Gleðilegan miðvikudag. Happy Wednesday. Bestu bleikudagarnir. Já. Og þóttu miðvikudag séu bestir. Þá er þetta mjög góð dagar á morgun líka. Fimmtudagur. Fimmtudagur. Ég elskar fimmtudag. Já. Við getum ekki tefaseilin á tapas. Já, þannig að book your table right now. Ángríns, ekki gleyma að bóka bara út líka júli. Nei, nákvæmlega. Ef þið komist ekki fyrir næstu viku, bara bóka. Bóka strax. Já. Það er náttúrulega fyllist hratt Já. á að því að þetta er svo ógeðslega góð veitingastæður. Já, geggja Og sérstaklega fimmtudagum. Og þú veist, ekki gleyma líka að fá ykkur teboð sangríana. Nei, hún er svo góð. Hún er svo góð, ég er búin að vera að kreifa hana. Ángríns. Bara rósa, víns, sangría, hún er svo Bara bleikt bragð, so fruity, so so good. summery. Já. Það er líka, þú veist, þó að það var gott við kannski helgina. Þá á að vera smá grátt í þessari viku og þá er ekki að fara bara inn og tapas 100%. Það er bara smá, aðeins að byrstu bá bara spænst Já. og smá summer og vibes það er nefnilega að gefa smá svona spænska sumari sem við erum búin að missa af hérna í sumar Já, við fáum aldrei spænsk sumur en sko, en Nei, já, við erum ekki búin að fara til Spánar ég það skil, sem ég meina. I see what you did there. Já. Algjörlega, Við 100%. fórum oft til Spánar í fyrra Já, rétt, rétt. en eins gott að séu með teboðseilin á tapas Já, núna í sumar. thank God. Thank God. Þannig að ekki gleyma að bara bóka þegar við veitum ekki hversu lengi þessi seðl verður. Já, tapasbarinn.is Tapasbarn.is, já. Eða bara hringja hvað sem ykkur hendar. Hvað sem hendar. Og þið muni að þegar þið mætast það en þá er ekki, þú veist, þá þurfa að segja allir teboðseðlinn. Já, þeir eru að láta við og teboðsangríðan þetta er ekki á official seðli Nei, bara þetta for you besties just for our besties. Þannig að, ok, farið, láta ykkur vita hvernig ykkur finnst það því að Já. við erum svo stoltar af þessum seðli því að It's so good. þetta er besti seðlinn. It's our best one yet, já. Já. Sammála. Það sem gerist líka á morgun er að þá er komin lok á tax-free. Nei, það er í dag. Það er í dag? Já. Það er í dag, já. það er í dag. Oh my god, Þannig að á guys. miðnætti í dag, Já. þá er no more tax-free að haka upp, þannig að farið núna og næli ykkur í snirtuverunar. Miðvikudaginn í dag. Yes. Today, 8. júli. Today, já. Þannig að hægt að gera þetta líka online, þannig að ef þú ert að sein, skilur eða setna, þá getur þú bara hoppað en haka upp.is. Just það er að hlusta núna bara, shit, ég glemdi að fylla á þetta. Já, eða bara Do it now. kemst ekki frá Já. bara barninni eða Vinnu, whatever, eða já. bara, you can go online. Já. Það er svo mikið hacks. Það er. Það er svo mikið hacks. Maður þarf að vera duglegri að muna nýta það, sko. Já. Sérstaklega tax-free, því maður veit alveg hvað maður þarf að refills Já, á. því stundum verður maður svona smá overwhelmed að fara inn í hagkaup, skilur þegar það er mikið að gera. Einmitt. Líka því að oftast þegar ég er í hagkaup, þá er ég í gymfötunum sveitt, sko. Já, Af því same. þar ég fer í gymið í kringlunni og fer svo í beint í hagkaup. Jöp. Þannig að mér í eitthvað. En bara refresher, maskara, bara, þú veist, allt þetta, skilur. Já. Kom tím til. Það er svo geggja. Já. Fór hann inn daginn, að ná mér í augnar og eitthvað og nýta tax-freeið. Það var bara svo mikið stemming í loftinu. Það er alltaf, Já. þegar það er Ég var tax-free. bara bókað ég væri til í að vera vel til höfðu og Fara bara svona, Já, svona browsing. Sephora shoppa. Bara svona, já. Þetta er smá Sephoran okkar, Þetta sko. er okkar Sephora, 100%. Þannig að mælum við að nýta senasta daginn. Today. Ekki glemma því. Nei, ekki gleyma. Aldrei gleyma. Þannig að þetta er góð dagur, það Já. er stemming í loftið, þessi vika á að vera eitthvað svona smá grá, en við höfum full að trúa og verður bara betri Já. og þú veist, Við áttum líka geggja helgi, svona óvænt. núna síðustu, já, það átti ekki að vera geggjaða svona gott helgi. veður, Nei, það var bara frábært. Allt í hennu ræst úr því. Já. Og það gæti alveg gæst í þessari viku. Já. Maður það bara alltaf að vera reiðbúinn. Þannig helgina var bara svona geðveikt best í þessu veður. Bara að fá sér best Ó, í já, þessu pallinum, best. í bústanum. Já, út af svölum, Í bílnum. heima, já, Perfect veður fyrir best ís. 100%. Þó að sé alltaf, náttúrulega við Íslendingarnir elskum ís alltaf dagar. 24/7, sko, já, það er alveg rétt, sko. En alltaf gott áminning, bara svona, já, hvað ís á að fá mér í þessu sömarveðri og bestis er komin aftur, þannig að this is your reminder. She's back. She is so back. En já, það var ógsta falleg helgi sem að svona veðulega sé, mjög falleg helgi að líða. En ég hef líka trú á næsta helgi verði góð. Já, ég hef líka trú. Já, að það ekki. Ég ætla að trúa því. Núna En þessi þú helgi, veist, já. Maður verður bara, ég sá samt, ég fór aðeins að kíkja í veðurspá kortinina í dag. Ok. Geðveikt veður á Austurlandi. Bara 25 gráður. Ok. Þannig að því að Ílstöðum og Húsavík og Norðurlöndunum líka. Þetta var svona Norðurlöndunum, norðaustur og suðaustur og svo fyrir austan. Ok. Það var glæsilegt veður. Ég veit að Bensi er í veiði helgin, ég var bara, hvað er til í veiði? Ó, er hann ekki þar? Nei, hann er bara á Suðurlandi. Ok. Svipustað við verðum helgina. Þannig að ég var bara svona, ok, ég hefur þú, þá ég fara Egilsstaði. Já, það var aðeins lengra. Já. Þannig að you lucky bastards. Já. Það er Bara svo njótið. geggjaðu, bara að fara í roadtrip og
taka ballerina bráni með sér og skella sér eitthvað í sólina, 100%. alltaf veðrið. 100%. Við erum ennþá það inni að gera það í sumar, sko. 100% og við þurfum bara að gera það til þess að láta dagana einhvern veginn, til þess að láta Já. sumarfríið bara líða vel og allt Já. þetta, sko. 100%. Nýta þetta. Ballerina Brownie er sko, vá hvað ég mun sakna þess að ég veit að klárast í sumar. Já, það mun klárast. Ég mun sakna þess ógeðslega Nei, mikið. sko, í alvegni, þegar þú veist, það er svo mikið til upp á skrifstofu, þegar ég kem hingað, þá fæ ég bara svona, Ertu ekki búin að taka mig heim? nei, reyndar ekki. Nei, En ég, sko, ég er búin að opna með þó nokkar pakka hérna því ég er einin upp á skrifstofu, Já. sko. Ég ræði nefnilega ekki við mig þegar ég á þetta heima, Ég sko. veit og ég Ég tók var þetta ekki með bönn heim. til að vera að borða þetta, sko. Nei, það er líka engin börn heima að vera að borða þetta. Barn er bara byrtalíf. Þú veist, þetta er bara Ekki ég. Já, þú veist, jú, en hún má ekki fá Nei, endrast að keksi. nei, en þú mátt. Ég má það, ég fullar af manneska og ég Svo læti eins og gott. ég Nei, sé við bara köttin. alveg, sko. Nei, sko, alveg, þetta er svo gott. Ég bara get ekki talað um þetta. Nei. En þetta er svona, ef maður ofta leita mönns í bílinn þegar maður taka roadtrip, oh my god, ballerina er svo gott í mönns í bílinn. Það er best. Mæli svo mikið með. Já. En við ætlum einmitt í bústað helgina. Já. Við erum að taka ballerina með þangað. Ég er mjög spennt nefnilega. Því ég elska að vera með mönns á leiðinni. Þó Mhm. að sé, hvað, 40 mínúna keisla. Já, Það er samt roadtrip. Það er Allt alltaf yfir 20 mínútur roadtrip. 100%. Þá Það er þarf maður alltaf, snacks. maður þarf alltaf snacks og drikk. Þú veist, það er alltaf þetta tvennt. Já, Já. námalega. 100%. Aha. Þannig að við ætlum að taka 100%. ballerina með þangað, en hérna, við skulum líka hugsa hvað við ætlum að gera. Hvað? Sko, þetta er ógæðislega skrítið að this will be coming out of my mouth. Ok. Ég ætla samt að segja þetta. En, sem sagt, það er rosa stór leikur á laugardaginn. Hei, ég var búin að frétta. Já, veistu, sko, Ég er smá pyrrðið að þú Já. heyrðir ekki í mér að Norri og hefur verið að spila. ég vissi ekki af því með einhverjum fyrirvara. En þú ættir að hringi í mig strax. Ég hefði þetta gert það. Þetta var bara, við sem sagt kom heim, við vorum eitthvað upp í bústað, við kom heim og ég svona, ok, stelpna sopnuð í bílnum og náðum að færa það svoandi yfir í rúmið og eitthvað. Og síminn minn var búin að vera 1 eða 2% á leiðinni heim, þannig ég einhvern veginn vildi ekki verið símanum á leiðinni. Ég var svona að keyra Gunnar hann var bara svona hlaðast. Ég vissi að myndi deyja bara smá. Þannig að ég bara sest upp í sófa, setja hann í hlæðslu og Gunnar var alltaf að horfa á leikinn. Ég var, hver er að keppa? Bara Brasilia og Noregur. Ég var bara, Shut up, sko. oh my god, er vinur minn að keppa? Holland. Já, og þá bara svona varði þetta óvart eitthvað, en þú veist, við vorum ekki með, þú veist, ég hefði viljað, við varum bara búin að panta okkur Dominos pítsu. Já, það hefði verið svona Þetta var líka draumurinn. a Sunday. I know. Perfect, Já, svona Dominos, Þannig fyrst og fremst að vera bara pyrrandi Gunnar fyrir að ekki láta mig vita með fyrirvara að besti vinn minn var að spila. Einmitt, sammála. En Já. þú veist líka, ég á ekki fótbolta mann sem Já. horfir á það, skilur. Þú Mhm. berð ábyrgð og Gunni. Ég veit. En Til þess að ég geti hort á minn mann Erling Erling, já. Holland. Já. En sko, það sem ég var bara afsakið og þetta var náttúrulega bara algjörst klúður og ég ætla að setja alfarið bleimið yfir á Gunnar Patrik já. þegar hann hefði getað gert þetta mjög skemmtileg kvöldi með Dominos pítsu og Já. nota HM tilbúið Já. og við hefum getað spilað gíska á treyjunarleikin og reynda að Einmitt. vinna Dominos pítsur og fleira sko. Ángríns, ertu búin að prófa að leika? Nei, ég er ekki múin að leggja hann. Ég held ég ekkert í hann. Nei, ekki heldur. Við erum að giska á treyjur, hvað, það kemur bara treyja og svo áttu að giska hvað landið þetta er. Já. Það er kannski auðvitað að svindla. Ekki gefa fólk eitthvað hugmynd. Jú, bara ég veit að allir vinni. Já, ok, jú. Allir að fara í pottin, já, þú veist, þú bara lætur Gunna að taka þetta fyrir þig. Reyndar, ég gæti náttúrulega alveg svona, Það Já. er engin reglur og einhver að loka einhvern brásurum svo ég get ekki googlað. nei, true. En kannski einhver tæmir það. Sko, þú gætir inn sko áspyrjar pítsum, Nýtt. gjafabröð Dominos, Coca-Cola bolta og Dominos fótboltatreyju. Mér langar ekki að bleið. Mér langar reyndar í, Dominos fótboltatreyju, ég er alveg til í það. Já, ég elska fótboltreyjur allt í henni. Ok, ég er að taka þetta alveg svona sem easy. Jók. Ó, ég var bara Þessi náðu fyrstu og Hvað er þetta annarri- lénið? Ha? Hvað er þetta lénið? hm.quiz.dominos.is. Þetta kemur efst þegar við farum á dominos.is. Dominos.is Ó, ég er vitlaus. Ég elska nefnilega svona quiz. Ég líka. Ok. Þetta er örugglega Hver á þessa treyju eiginlega? Hver á þessa treyju? Ég er svo lélega að giska. Ég sé ekki sko rétt. Já, þetta er Þetta er Portugal. Þetta er skemmtilegt. Oh my god, ég náði. I got it right. I got a point. Að það? Hver er þetta? Ó, ég er vitlaust. Þetta lítur á, þú veist, Túnis. Það var Svíþjóð, þannig sko þinn. Var það? Svíþjóð. Það er engin logo en neitt. Nei, Hvernig á ég að þetta er vita alveg þetta? erfitt. Pröfið þetta. Oh my god. Oh my god, ég gat bara ekki hef svona aldrei heyrt um Holland. lönd. Til sökka ég. Sviss. Yes! Oh my god, ég er Vel alveg að gert. fá a high score. Þetta Ok, er ég er ekki bara alveg. Herri, ég fekk 4 af 10. Anskotir er Belgia.
Vá hvað þetta er skemmtilegt samt. Já. En vá hvað ég léli í þessu. Ok, ég ætla að gera þetta með kunna eftir. Þetta er langar að vinna. Já. Hver var bara hvíta dreyju? Til þér Egerland. Hvað var það? Katar. Dominos! Já, nei. Jú. Ég fekk öðruvísi Dominos-treyju. Dominos-treyjuna. Ég fekk öðruvísi. Það eru margar. Ég fekk bara með teningunum. Þetta er Skotland. Anskotin. Vá, Ég fekk 4 og 10 rétt. Ég líka. Vá, hvað erum við jafn heimskar? Oh my god, love it. Slay. Slay. Það verður alveg skrítið að við myndum fá meira. To be honest. En sko, einmitt á laugardaginn þegar við erum að fara, þú veist, Já, ég veit að við erum fyrir gellubústað, Já, sko. ég veit að við náum ekki að senda Dominos þangað, sko. It would have been amazing. Það er svona alltaf að við getum alveg tekið hana með bara. Hún getur verið, já, við getum tekið hana með. Það er ekkert betur en reheated Dominos, sko. Fyrir utan Dominos beintur opninum. Já, satt. en við hættum að kíkja á hana leik, klála. Af því að þetta er sko Erling, our friend, og svo er þetta England, og England er náttúrulega our second home, sko. Já, Harry Kane. Já, fyrirlið, rétt. Hann er fótboltaspilari. Já. Hann skoraði mark daginn og eitthvað. Já, mann stóð Harry Styles og svo ánægði með hann. Já. Og þú veist, Harry Kane er held í fyrirliðin, sko. Einmitt. Og Harry Kane er að spila á móti Erling Haaland. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Ég held með Erling. Já, ég held alltaf með Noregi þegar ég er búin að ákveða það, skilur. Þeir vinna hjarta mitt. Ég hefði viljað bara úrslitaleikurinn. Ekki áttundalega úrslit væri svona góð lið. Já, ég er mjög hrædd þennan leik. Að við munum hvernig það fór senast fyrir okkur Íslandíkana þegar við kjöptum móti Englandi. Við unnum. Var það þannig? Á EM, já. Það var Frakkland sem við töpum alveg. Já, það var Frakkland. Það var 5-0 eitthvað hræðilegt. Já. Að Frakkar eru tald alveg við unnum England. Já, við unnum England. Já, Frakkar eru dotnir út, eða ekki? Nei, Frakkar eru bara sigursælastir að vinna þetta. Og hvernig var lagið? Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York. Nei, hvað er Frakkland? Já, það er ekki Frakkland. Nei, þeir voru ekki. Þeir eru dotnir út. Nei. Jú, Pitbull sagði það. Pitbull! Ég held ángreins þessu ekki dotnir út. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Ibiza er Spán, straight to LA, New York. Það er Bandaríkin. Já. Vegas to Africa. Sest, sunnuvegi, þetta er svona... The theory er að Pitbull prediktaði 6 liða, 8 liða. Sko... Brazil, Morocco, London to... Nei, Frakkar unnu síðasta leik. Frakkar eru að spila núna 9. júlí á móti Morocco. Ok, kannski er Pitbull að spá 6 liða. Getur verið 6 liða. Nei, það var bara 8 liða. Ég veit ekki hvað er að okkur. Elsku Tigurs bestis. Oh my god, við erum búin að fá heila blóðfall. Nei, þetta er ræðilegt. Hvað gerast þetta? Hvernig er þetta búin að ná okkur? Ég veit ekki. Birta Líf. Oh my god, I'm so why sorry. Why do we give a rats? Ég er ekki að fylgjast neitt með þessu, sko. Nei, I'm so sorry. Já. So sorry. What the hell happened there? Ég veit, ok, sorry. Við bara verðum að dedicata fótbolta þátt. Og stoppa núna. Er það ekki? Við hljótum að geta gert það á tepáslegan hátt. Já, við finnum út úr því. We'll figure it out. Let's leave it here. Já. Við ætlum ekki að ræða þetta í dag. Nei, alls ekki. Alls ekki að ræða þetta. Þegar í dag ætlum við að ræða miklu skemmtilegur hlut. Já. Það er líka já. Tjúna inn okkur önnu podcast fyrir fótboltaspjalli. Já, hvað. En við höfum ekki digitál spjall, sko. Nei. Jú, ekki við tvær. Nei. Við þurfum að fá við góðan gellu fótboltagest. Já, það verður gott, það verður mjög gott. Í dag ætlum við að tala um Bali. Já. Og við ætlum að fá sérstakann gest sem að þið samt öll eru orðin ótrúlega vön. Já, þetta er Tebúðs heiðus besti. Algjörlega. Þetta er engin önnur en Eva Einarsdóttir. Hún er oft komið áður. Já. Þetta var ferðafélagið þinn. Já, við vorum sem sagt saman með mögunum okkar. Akkurat. Og vorum ferðast til Bali. Já, fórum til Bali og Singapore og Malasíu. Þannig að við ætlum bara að taka smá svona ferðaspjall, farið ferðina, ferðatips og alls konar. Alls konar. Eva náttúrulega, hún er mikill Asíu ferðalangur, sko. Já, hún er bara mjög mikill ferðalangur. Já, hún er mjög reynd. Sérstaklega í þessum skrýtnu, svona lönguflugum. Já. Ég hef svo farið svo mikið bara eitthvað, þú veist, stutt, já. En Eva, hún náttúrulega alveg kann á þetta. Þannig að við ætlum að fara eins yfir the travel story. Já, ég er svo spennt fyrir því. Þannig að við bjóðum bara Evu velkomin. Velkomin Eva. Hingað eru við komnar. Hingað eru við komnar. Hingað eru þið komnar. Já, við systurnar. Beint frá Bali. Halló. Þetta er eins og við sögum aðan í byrjun þáttarins. Þetta er
þekktu gestur, heiðursgestur. Heiðursgestur. Hæ Eva. Hæ, takk fyrir að fá mér. Velkomin heim. Gaman, já, takk fyrir. Of course. Heru, þið voruð náttúrulega bara í Bali. Þú veist, ekki bara í Bali, þið voru á fleiri stöðum, en þið voruð 3 vikna ferðalagi. Já, það ekki? 3 hálfsvikna, það ekki? Já, Rúmlega. 3 vikur og svo ferðarlegin, eða ekki? Já. Hvað voru ferðalegin margir dagar, vitið það? Já, ég reiknaði daginn hvað voru lengi í flugvél, þetta voru 3 dagar samtals í flugvél eða eitthvað. Eða 42 tímar eða eitthvað, ég maður ekki veit. Það var 13 tímar, pluss 3, 16, pluss 4, 20, þannig að 40 tímar. Flugvellinni líka. Já, bara sem biðin okkar. Já, en inn í flugvél alltaf 40 tímar. Það er rosalegt. Hljónar minna en ég held, eða þú veist, to be honest. Já, en líka bara brýtur alveg smá upp á þetta, þú veist, þetta er svo mismunandi flug, það er svo mismunandi hvað við erum að gera í hverju flug og þetta var sko bara mjög þægilegt ferðalag, þetta var bara geðveikt. Furðulega sko, furðulega. Það er geggjað. Ok, svona aðeins bara run through með okkur, þú veist, bara hvernig þið komust þangað. Bara með fluginu? Já. Við flugum hérna frá Íslandi til London. Hvað stoppuðu lengi þar? Við vorum í svona 3 tíma eða eitthvað. Já, bara þú veist, stoppa á einum stað á Við náðum bara að fara einn veitingastað, þú veist, svo bara allt í einu að borða. En já, við vorum að tjekka töskur allar leið, þannig að við þurftum ekki að fara aftur eitthvað í tösku. Það er næs. Það var mjög næs. Og við þurftum ekki heldur að fara í gegnum passportkontról aftur, þú veist, eins og maður heldur oft í London út af þessu nýja ETA og eitthvað. Þú veist, við fórum aldrei út af terminalinu, við löpum bara beint í security og vorum bara komnar. Já, hefðilegt að við erum að fljúga með British Airways til Singapore. Og frá London líka, þannig að þetta er sama terminal, þeir eru mikið skipt terminal. Já, næs. Þannig að við literally bara löpum inn og varum bara svona, þurfum ekki að gera neitt. Komnar, það er geðist næs. Það var geggjað. Næs. Ok, þannig að þið fljúið Ísland, London, Singapore og þar gistið þið. Já, við vorum þar í 2 nætur. 2 nætur, já. Hvað voru að skoðum í Singapore? Hvað var að sjá? Rooftops. Já, rooftopbarir á einhverjum flottum hótelum, pretty much það sko. Þú veist, það er mjög mikið bara það úti. Við gerðum samt alveg svona, við fórum í eitthvað svona hverfi líka sem er kannski ekki alveg klassist Singapore, en svona þeirra svona markaði og eitthvað svona, við reyndum alveg að skoða eitthvað meira heldur en barina, en það var svona alveg helst og það er eiginlega bara sem maður gerir. Já, það var þetta, Chinatownið og Little India. Little India og eitthvað, það var mjög gaman. Já. Það var steik þar sko. Það var endur ógeðslega. Hvað var heitt þar? Oh my god. Örugglega 34, 5 Já, og sko rakin var rosalega. En þú veist, það var glampandi sól. Já, það var alveg þannig. Já, og þú veist, við sátum bara, maður er alltaf bara rassasveittur og þú veist, það var bara erfitt að labba og eitthvað. Já, það hefði bara getað verið á bekknum. Já, þannig við sko. Já. En það er bara, maður horfir líka viðspánaðana, það er alltaf þessi thunderstorms. En svo er alltaf bara bongo. Þannig að maður má ekkert pæla í viðspá. Ekki neinu þessu löndi sem við vorum í. Bara engum, það var aldrei rétt. Bara ekki treysta viðspáni. Nei. En við vorum svona aðeins svo stutt í Singapúr til þess að maður tímdi endilega að setja eitthvað á bakkanum það, þú veist, það var svona alveg nóg að skoða, þú veist, en við erum alveg búið með Singapúr núna, maður þarf ekki að fara á það aftur. Lítið, eða þú veist, borgin. Er svolítið lítil. Við fórum alveg í þessa garða, það er eitthvað svona, hvað heitir það? Eitthvað svona blómagarður. Já, það er svona geggjum trjáma og eitthvað þannig. Það er bara nóg að sjá það. Svo bara, ok, let's go. Er ekki Singapúr eitt af þessum, þú veist, borgar sem eru alltaf bara geðveikt hreint? Það er mjög hreint hana, já. Sko, það er ólöglegt, til dæmis, tyggjór ólöglegt og ég veit ekki hvernig er eins og með sígarettur og eitthvað svoleiðis, en það er alltaf bara ekkert rusl neins. Nei, einmitt. Það var mjög snyrtilegt þar, sko, já. Og við sáum mér samanstu, það var verið að skúra bara götuna. Já, bara með skúringamopp. Já, bara, einmitt, það er snyrtilegt. Já, ekki svona véli, svo maður sér kannski meira. Nei, ekki svona þrýsti, já. Það var bara moppa, maður var svona, já. Vá, áhugaverst. Það var mjög huggulegt þarna, bara virkilega. Það var svona aðeins svo erfitt að labba Já. Í þessum hitunum. Út af hitunum. Báðar í Caprís og það var bara of mikið. Það voru bara lindar. Já, og svo maður ekkert með, þú veist, föt fyrir borg, skiluru, heldur. Þú veist, heldur verið ykkur shorts eða eitthvað þannig. Nei, líka sko þegar þarna er alveg samt, þú veist, það er alveg svona bannað held ég að vera of ber og þú veist þess að maður er ekki eitthvað að kissast á almannafæri og ég held allt svona affection og ég held þessi alveg smáströng þannig. Já. Þannig að það er líka að pæla í því, já, 100%.
Ok, það er þið stoppið þarna í 2 nætur og svo stopp ferðinni. Við vorum eiginlega á sama staðnum óvart tvisvar. Manstu þetta ítalska staðnum sem fórum hana Lulu eða eitthvað? Já, eða það er svona iconic bygging þarna sem er þetta aðalhótel, eitthvað svona kennileiti í Singapúr. Smá svona eins og stór straubretti. Já. Þar eru nokkri staðir og við svolítið bara... Já, ég skil. Við svolítið þá. Já. Mér leiðist að þess að vorum miklu lengur en 2 daga þarna. Já, vorum við ekki alveg 3 kvöld eða eitthvað. Já. En voruð þið búin að bóka til þess út að borða þarna? Já. Já. Á svona aðalstaðnum. Þar þurfti alveg að bóka með fyrirvara og... Líka þarna hinum, Lantern eða eitthvað. Já. Þá vorum við samt smá að bóka eitthvað randómstað. Já, alveg rétt, já. En við hefðum átt að bóka hana ítalska. Það er þegar nokkur búin að senda á mig bara hvað mælir með Singapúr, þá er að mælja með þessum ítalska og svo þessum Selaví sem við fórum á. Já. Af því að þeir voru bestir. Hinn Lantern var svona smá sundlega bakka. Það var svona aðeins svo mikið poolparty staðir. Já, plastglös og eitthvað. Já. Kannski ekki Þú veist, alveg ógeðslega flott skyline og allt þannig, en þetta var svona aðeins svona ómikið með svona eitthvað poolparty. Svo bara að labba eftir það og þá enduðum við á hinum hana. Já. Það var hrikalegt, við vorum að labba sko bara svona 10 mínútur áfram. Ég hefði aldrei leiðið af illa æðinu minni með svo heitt. Og ég var ekki síðkjól, mannst eftir þessu. Þetta var samt kvöld, sko. Já, klukkan var svona 8 kvöldi. Það var svo heitt. Það var ógeðslega heitt. Það var lang heitast þarna. Já. Á öllum stöðunum sem við varum á. En það var mjög næst, við sko vöndumst tímamismunum alveg strax. Þetta var svo skrítið. Við fórum með flýið, þú veist, flýðin til London. Þá vorum við bara að spjalla og bara ógeðslega stutt og tók því ekkert eitthvað að gíra sig eitthvað flug. Svo á leiðinni til Singapúr, þá vorum við eitthvað aðeins að spjalla. Við spjöldluðum í svona 5 tíma. Já, ok, en þú veist, svo bara þegar við vorum, þú veist, bara komnar í gírana hátta og eitthvað, þá bara bustuðum við og fórum í, þú veist, þóðum okkur framan og gerum skincare og svo bara sopnuðum við. Þá ætla Sunnefa bara ef við ætlum að græja okkur fyrir lendingu þá þurfum við að vakna núna. Þannig að þá var bara 13 tíma flug, bara búið. Já. Og við vorum bara að mála okkur í snatri að því að svo var bara dagur í Singapúr. Já, þið lendu bara að degi til. Já, 4 eða eitthvað daginn. Einmitt. Þannig að við vorum bara strax að fara út að borða, við máttum alltaf ekki fara að sofa, við kemum upp á hótel. Nei, þetta ekki, þá búið að fokk öllu. Já. En þá vorum við bara búin að eiga bara nætursvepp í fluginu og við þurftum bara, flugið var næstu of stutt til þess að við hefðum náða að græja ykkur samt rúmlega 13 tímar. Það er rosalegt. Ég var í sjokki, ég bara vaknaði, tók upp gríminu, ég var kveikt af því að það var búið að vera slögt. Já, ljósin. Já, ég var bara kveikt og ég leit og ég bara, og ég var ekkert búin að kíkja á tíman allt flugið. Bara allt flugið, það var bara svona bannað. Og ég akkur er svona fólk svona kliður inni. Kíkti það bara 1:20 eftir. Ég var bara, oh my god, Eva. Þú veist, við tala við kveiktum ekki einum þætti. Nei, einum þætti, sko. Og ég setti bara sleep music, ég setti ekki einu sinni, þú veist, podcast eða hljóðbóka eða neitt. Ég var bara að sofa. Beint að sofa. Þannig, já, það var hefnaðist mjög vel. Ég var í sjokki. Þetta er fyrsta svona 13 tíma flugið mitt. Já, þú varst líka alveg stressuð. Ég var ógeðslega stressuð. Og ég var bara, þetta var easy breezy. Ekkert smál. Ekkert smál. Sko. Þú veist, ég svaf svo fast að ég man á einum tímabandi og þurfti flugfröðin að vekja mig. Og það ég var með galopin gluggan, alveg bjart úti og ég var bara steinsofandi, bara starra. Já, ég vaknaði við þetta. Það var, þú veist, allt bara slökkt í vélinni og ég er kveikt þá, það var einmitt að tjekka því þá líka. Og ég kíkti og það var sko allir með gluggan niðri nema Eva og hún var alveg upp í gluggan og bara því sólskín bara í augun á henni. Oh my god, varstu þú sem með svefnum sem greinilega virkar. Greinilega. Svona peeking through en hún var bara, og ég var bara ég var svona þreytt til þess að fara sjálf og ná þessu niður. Ég bara, kannski er þetta ákvörðun hjá henni. Kannski langar henni bara að vera eina sólaljós. Og svo kemur flugfröðan 20 mínútur seinna og bara, herðu, loka þessu, please. Það er eyðilega fyrir öllum hérna. Þá bara vakna ég og hún er að pota í mig. Og ég bara, alveg bara, what year is it? Já, einmitt. Ógeðslega bjart. Já. Bara, am I dead? Is this happening? Þannig já, góður svefn. Já, það er ógeðslega gott að flugið þú veist gekk svo ógeðslega vel. Já, það er hans crazy. Það er. Já, og svo þá er búin í Singapúr, þá var 4 tíma flug til Bali. Já, þá heldum við að varum að fara að deyja. Já, þá heldum við vissulega því fórum inn í flugvélina. Já, þetta er gufu flugvélin. Já. Þá frá Singapúr til Bali. Já. Hvað er það fluglangt? 4. Já.
og við mætum hann inn í þessu flugvél bara, og þú veist, við vorum bara wow, að kveikna í það? Brá ykkur ekki? Jú, og líka vorum sko, að skíta á okkur. við sáum ekki enn svona strákana, þetta var það þykk svona, Já, þú veist, bara maður reykur. sá ekki næst sæti. Einmitt. Þú veist, fyrst var þetta svona smá, svo allt í var þetta bara, svo voru við bara, byrju, what's going on here? Og við vorum bara, akkur enginn hérna að pæla í þessu. Það var allir bara, svo allir bara byrtist bara flugfröð, bara, hello, maður svona, bara, ok, þú veist, ert þú bara inn í þessu, bara að njóta, skilur við? En hvernig var lyktin? Þú veist hvað? Það var ekki brunilegt, það var bara svona, það var eiginlega engin lykt. Svona smá svona þurr, bara eitthvað. Já, eins og þurrís eða eitthvað. Já. Ok. En, já, þú veist, náttúrulega, Þetta var bara eitthvað mjög grilla. já, Og mjög við vorum bara, er En þetta bara voru að þið vera ekkert að svona spyrja þig? flugið Bara og hvað, what the eitthvað? hell's happening? Nei, við spurðum ekki, en þú veist, að sá allar á okkur, við vorum mjög confused ef eitthvað sá okkur. Við vorum Já, með einmitt, hláturskasti. Já, við vorum að hlæja ágæslega mikið. En þú veist, ég vorkir bara fólki sem er flugrætt í svona situation. Já. Af því ég hef oft séð svona smá svona. Ég á svona, setja það í hausnum, ég sé smá svona. Hefur maður ekki Þetta séð er mjög svona skrítið. meðfram svona ljósunum bara? Jú, það sem loftkælingin kemur. Já, en svo bara, já, Ég verður hugsaði ekkert að vera. það hlýtur að vera airconið, skilur, þetta getur ekki En verið hvað eitthvað. sér maður það svona vel? Út af rakanum. Já, ok. Ógeðslega mikil raki. En þú veist, þetta er ekki svona í öllum flugvélum, skilur, mér finnst það svo skrítið. Ég sko held þetta væri, þú veist, þegar ég sá bara vídeóið og ég var bara, hvað í anskotum er þetta? Ég held þetta væri sótthreinsi. Já, og það var mjög margir sem komentuðu það með líka. Já, ég held að væri bara eitthvað svona, ég veit ekki af hverju, eitthvað svona, þú veist, vera að þrýfa milli flug, I don't fucking know. Með Já, það inn í já. bara eitra. Nei, það voru til alltaf fullt af svona spreyjum með COVID sem áttu bara að spreyja á, þú veist, hvað sem er, með hvað Já. sem er, þú veist, andandi við hliðina á, þetta er ekki svo verið bara með spritt, skilur við. Já. Og það var bara svona- Það moskítudótið að ruts. En það er bara svo já, hvað með góður. Það lúkkaði svona þannig. Það var svakalegt, Það við mátti förum ekki með það anda eftir, já, það mátti ekki andar, sko. Nei. En mér finnst bara svo skrítið hvað allir voru ógeðslega slakir, en þú bara sást ekki manneskjana fyrir fram Já, eða kannski var fólkið enginn í slakur. sætaröðin. Já. Var það bara með að vera að borða í vélina? Þetta lagaðist lega að fórum upp í lofti. Já. Þá byrjaði það að hverfa. Og Ok. svo var þetta alveg farið. En svo þegar við lendum í Bali, sem er líka mér mikið raki, þá kom þetta ekki alveg aftur. Nei. Ekki eins mikið allavega. Nei. Greinlega Þetta meira kom samt í raki hana. fluginu að leiðin tilbaka. Já. Þá vorum við ekki að slakar. Já, Þá bara- vissum við sko alveg hvað Já, það var. We've done we've this been before. here before, sko. We know this one. Já. Ok, og hvernig gekk 4 tíma flugið til Bali? Bara vel, þetta var basically bara málið um okkur. Það var það stutt. Já. Til Bali. Við vorum samt, það var aðeins erfiðar að fluga, mannst ekki okkur fannst gæðin fyrir aftan okkur smá pyrrandi. Já, þeir eru smá byrjandi. Fengum okkur Pringles Já. og Coca-Cola. Nice. En við Og vorum að, öðru þessi bræða Pringlesinu, bæða vei. Ó, Mjög spes. við vorum að mála okkur sérst í fluginu, bara hvað að dunda okkur. Og bara alltaf þegar maður leiti speilin, þá var maður bara í augnsambandi við mennina fyrir aftan okkur. Já. Það var ógeðslega skrítið. Ógeðslega skrítið, bara eitthvað svona 4 tíma, Já. eitthvað við, eitthvað bara eitthvað, eða þú veist, já, þetta var já. Já, þeir voru rosalega. Og svo voru þeir líka, Ógeðslega að þeir voru, pirrandi. þú veist, vorum eitthvað að skoða myndir af okkur og þeir voru eitthvað, oh, you're looking at pictures of themselves. Eða, þú veist, það var eitthvað sem maður heyrði, skilur, sem að þeir voru svona að horfa á allt sem við vorum að úi, gera. en óþægilegt. Ógeðslega Mind your pirrandi. own business, bitch. Ángríns, var ekki menn. Jú. Já, og svo misti ég bara eitthvað fullt af ykkur dóti yfir til þeirra og kemur á þið. Og það er óþólandi. Já. Gella var þetta að gella þessi rétti mér og ég bara, þengi að þeir eru búin að vera bara eitthvað að dæma okkur og svona. Þeir voru eitthvað að Grá segja bara. eitthvað svona, eitthvað, við heyrðum að segja eitthvað svona Photoshop, en við vorum literally sko í Photos að feifa myndir. Já. Já. Og þeir voru bara eitthvað, Þeir já. eru photoshopping eitthvað. Bara, ok. Sure. Damn. Ok, og þannig að svo lendu í Bali. Er það að lenda þar að degi til eða... Já, 3 leiti minnum við. Já, svona svipar leiti bara. Já, minni það. Þú hvert byrjuðum við? Jú, Við byrjuðum fórum á þarna í Nusa. indonesiska staði. Já, við byrjuðum í Nusa Dua. Dua, já. Sem við er svona 40 minnir frá flugvellinum. Ok, og hvernig komist þið þangað? Bara með bílnum frá hótelinu. Já. Við vorum búin að bóka hann bara. Ok. Já, það var bara mjög, gekk allt mjög smurt. Einhvern veginn. Já, bara Þar, mjög, já. já. Þið voru ekki að fara okkur svona með töskunar eða okkur bát þarna? Nei, 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 nei. Þetta var bara svona, já. Ok. Bara eitthvað bæraðna. Já, bara keira. Ok. Og þetta var svona frekar rólegu bær, Nusa Dua. Það eru, Það er svona hótel bara. Já. Staðar. Já, eiginlega flest hótelin bara svona beachfront, eiginlega svona fínustu hótelin og þessi náttúrulega bara sturla að vera hana og við vildum fara þangað fyrst, byrja þar í svona cozy og vera þar í 5 daga og bara, þú veist, ná að stilla okkur af Já. áður við færum á eitthvað svona hella ferðalag eitthvað
það var geðveikt. Það var bara geggjað. Já. Það var ógeðslega næs, við vorum sérst á Ritz sem þú veist bara ógeðslega flottan úti. Bara, það var svona giving White Lotus á styrum. Það var svo ógeðslega stórt. Oh my god, þetta var ógeðslega flott og bara stóðst alla væntingar, sko. Já, klálega. Allt öðru sem ég hélt samt. Já. En hvað með moskít og eitrið þar? Herðu, já. Það var eitthvað svona miðin að herbergið við komum, eitthvað svona, já, bara haldið ykkur inni klukkan 4, við erum að fara að eitra. Já. Og milli 4 og 6 eitthvað, ég bara, hvað skrítið að, þú veist, það er ógeðslega góð tími til að vera úti. Eða þú veist, 4 og 6. Og svo var ég bara búin að gleyma þessu, og svo bara allt í einu sjáum við bara, við erum að gefa til svölunum og það er bara eins og, þú veist, það er bara gassprenging, bara inn á resortinu, við erum bara með svona view bara yfir allt resortið og það var bara risa ský sem fór bara yfir allt. Oh my god. Og við varum bara, hvað í fokkana með þetta? Og það eru bara menn með grímur sem eru bara að eitra. Bara gasa. Hæliði. Hrikalegt, sko. Þetta var hrikalegt, þú veist, við spáðum ekki eitthvað mikið í þessu, þú veist, svo bara fyrir þetta með tímanum. Já. En á einum deginum, þá var svo ógeðslega mikið, voru við bara einmitt að fara heim á ströndinni þegar þeir voru að gera þetta svona hjá okkar byggingu. Já, tókum svona buggy, svona golfbíl. Já, tókum golfbíl til þess að þeir ekki að labba og hann var bara, bara hold your breath. Og svo voru við bara að keyra í gegnum þetta bara áttum ekki að anda. Og bara inn í öllu moskít og eitrunum. Hrikalegt, sko. En þú veist, þetta var alveg þannig að hann var bara svona þið verðið að halda þið ekki að vera úti, þið ekki að vera hér núna. Já, shit. Crazy. En við fundum eiginlega ekkert fyrir þessu hinan dagana, þú veist. Nei, þetta var greinilega ekki alla daga og þetta greinilega virkar, þú veist, við vorum ekkert bitin þarna. Nei, ég ætla að spyrja, en sáðu moskítuflugur? Ekki þessu hótelinu. Ekki þessu hótelinu. Hæli, hvað er mikilvægt. Þau eru bara búin að halda því þessu populationu niðri að hana, sko. En þú veist, þetta er eflaust þetta er auðvitað hættulegt að dýri í Indonésiu. Bara heimi. Já, þetta er hættulegt að dýri heimi, en sérstaklega þarna skilur við bara það er að drepa bara fullt af fólki every year með blóðeitrunum og svona. Algjörlega. Bara, já, þeir bara náðu að halda þessu niðri. Þú veist, Vá, vel gert maður. Það var eiginlega enga puttur þessu hóteli. Nei, sáum við eitthvað. Fullt af öpum. Og svo sáum bara, já, fullt af öpum, nokkra eðlur. Já, bara litlar eðlur. Já, mjög litlar. Já. En alveg fullt af öpum, sko. Já, mjög mikið. Bara lausum. Já. Og af því að þeir sem sagt á Bali þeir eru að biðja, þeir eru hindú mörg og það eru alltaf að gefa eitthvað svona mat guðunum sínum. Já. Það er svona styttu Svo skilja það eftir og apandi koma að stela matnum. Næ. Alltaf bara apar og fuglar bara í þessu. Já. Guðlast. Já. Guð. Grís og guðlast. Já, en það var alveg mjög skrítið að þú veist, maður bara, við erum bara það nálægt einhvern skógir sem bara viltir apar eru, apan eru bara alltaf að koma og voru fyllt að skiltum eitthvað. Voru þeir eitthvað ángri ykkur? Nei. Þeir voru ekki svona þannig nálægt manni, maður sáu þá bara svona. Já, og maður heyrði líka bara í þeim. Það er alltaf voru bara eitthvað runna að hýðast. Já. Og hann er þeir. Okay. Og svo var bara skiltið út um að do not tease the monkeys, skilur við. Nei, já. Eitthvað að stríða þeim. Og þú vilt ekki að þeir býti þig, sko, þeir eru alveg crazy. Ég myndi alveg hrætt þær, sko. Já. Slíka, þú veist, þeir geta bara kyrkt þig, skilur við. Þeir sterkir. Já. Þeir eru bara með lófa. Ok, segju hvað ég var að gera fyrst þetta. Ok, ég var svo spennt að sjá apa. Ég var að deyja. Og ég sá allir þessi skilti og það var búið að segja okkur að þeir eru í trjánum. Og við heldum að maður myndi kannski ekkit endilega sjá það og þyrftu svona aðeins að tæla á til sín, sko. Og ég var búin að sjá á þessu hóteli, þá eru þeir að koma, eða er eitthvað á söluninu, þá eru þeir að koma að stela. Á svalirnas. Já. Þannig að ég svaf ekki alla nóttina. Og þú veist, það var svona gardínar sem að, þú veist, maður þarf að leggja niður til að fá alveg dimmuna, skilur. Þannig að ég setti einn af mínum símum á tripod og ég hlæðslu og ég setti timelapse og banana á svalina og ég var bara að bíða og ég var alltaf að vakna því ég var alltaf að heyra eitthvað ég var alla nóttina og það var fucking ekkert og sleppirandi að vaknaði og ég var að pældi þessu og bara svona glemdi ég þessu og það var bara fugl sem að reynda stálinu eplinu eða eitthvað 2 dögum seinna það var allt horfið allt horfið og engin síma að taka þetta upp? Nei og ég sá bara handaförin út um allt, bara eins og lítið barn væri bara búin að vera, þú veist, já, þannig að þeir hafa bara komið og þú veist, fugli hefði ekki getið tekið þetta og stóri bannar og þú veist, stóri epli og það var bara búin að taka allt ég var bara, ekki að þeir komu og ég bara, fuck, ég er ekki að taka þið upp ég held bara myndi ég koma því við vorum á 3. hæð eða eitthvað, ég þeir koma kannski bara neðstu það Nei, og líka fyrst held ég bara 3 fólki hefði kannski gengið frá þessu og eitthvað, svo kíkti ég hjá Sunnu og þá voru með bara svona fótspor
út allt líka ykkar megin. Já. Og bara, Það voru bara herbergi sem hliðin. Já. Það var ógeðslega fyndið. Og þú veist, ég hefði viljað sjá það. Já. Það var crazy. Það er geðvikt. Ég er ekki búin að sjá liksom mörg svona TikTok á, TikTok, að þú veist, fólk að leiða ykkur svona villu á Bali og það er bara api sem tormentaði allan tíma. Já, bara leggja einasti. Já, þú getur bara aldrei haft opið út eða verið í sundlauginu sinni, það er bara alltaf einhver api. Það er hræðilegt. Já, Já. það er ekkert gert í. Ekkert, og bara hóstinn var aldrei að svara þeim neitt allan tíman. Nei. Þú veist, þau eru bara gistingin þeirra er ónýr, basically. Lendi í þessi, þau vorum í húsinu okkar. Já, akkurat. Það er bara api, vorum alltaf bara skítrætt til að búta og eitthvað. Það var engir apar þar. Nei. Jú. Ekki Já, í bara húsinu. ekki hjá húsinu. Nei, Já, meira klapparinn. náttúrulega fullt á uppamann. Mjög mikið að það, já. Ok, og já, þeir eru á þessu fína hóteli í 5 daga. Já. Svo fórum við til Ubud, sem er svona, þú ferð ekki til Bali nema að fara til Ubud, það er svona, veit ekki, svona mesta svona kultúrið þeirra, þú veist, þú sérð svona mest Bali, finnst mér, í Ubud, svona frumskóurinn og Það eiga eða... Nei, það er bara miðbærin ok, Og það eru svona hrísgrjóna agrarnir eru þarna. Já, ok. Fólk er að fara þarna upp á Eldfjalli líka og Monkey-garðinn og Já, mikið af Svona mjög mikið jóga og svona allt svona mjög hérna. Já, ok. og þú veist, og þeir eru alltaf klæddir líka, þú veist, svona mjög traditionally þar og líka, og það voru geggjar og klæddir á Ritz, já. ekki flottir. Þú voru bara alltaf flott. Þau voru svo bara Já. algjörða dúllur öll og bara, konundarnir eru svo fallegar, sko. Ótrúlega fallegar, Oh my god. Bara, gorgeous. En já, þú fórum til Ubud og gistum þar, vorum þar 2 nætur eða ekki? vorum við ekki 3 nætur. Kannski, jú, við heldum 2. Svo vorum við 3 já. Einmitt, við mætum hana og það var sko fyrsta skipt sem við sáum rigningu í ferðinni og það var bara grenjandi rigning og það ég var bara svona búin að búa sig að þetta er regnskógur, það er alltaf rigning í Ubud, alltaf senast ég fór, það var rigning all tíman en það var bara hana fyrsta dag og við vorum bara eiginlega bara þegar við vorum að keyra Nei, líka þegar við vorum alveg sjáumst upp og eitthvað en það steytti upp á meðan við vorum uppi síðan þá fórum við að sjá alltaf eins betur Hvert fórum við aftur? Það kvöld fórum við þarna og sátt minni Já, og svo sátum á gólfinu Alveg rétt, já. Við vorum bara á þessu hóteli og vorum eiginlega bara svona að njóta á þessu hóteli. Og bara chilla meira. Já, eiginlega. Því þarna voru líka, þú veist, með svona sundlaug og... Já. En það var svona aðeins það var miklu færri á þessu hóteli. Já. Þannig að maður gæti miklu meira verið bara eitthvað svona... Leika sér í sundlauginni og eitthvað svona, sko, sem maður væri kannski ekki alveg mikið að gera á Ritz, en... Nei. Það var svona mjög kósí allavega. Og hvað gerum við meira þar? Við fórum náttúrulega á leiðinni þangað og fórum við að smaka kúkakaffið. Já, hvernig var það? Það var mjög skemmtilegt. Já. Ég vissi ekki að við verðum að fara að gera þetta því að bílstjórinn okkar var bara eitthvað, finnst ykkur kaffi gott og við vorum sko ógeðslega þreytt að bara, já, kaffi. Svo vorum við bara komin á fræga kúkakaffi staðinn og það var alveg skemmtilegt. Já. Og þetta er svona smá svona túr, þú veist, það bara tekur einhver strax á móti manni og sýnir manni dýrið sem maður er að kúka þessu. Og dýrið er hvað? Það er einhvers konar kattarabi, eiginlega smá köttur bara. Ok. Svona eitthvað svona músaköttur eitthvað. Hvað heita þær eftir? Lombok. Nei. Lúvak. Ég veit það ekki. Það er alltaf, ég hélt alltaf að þetta væri abakúkur. Já. Ég hélt að það væri full-on bara venjulegi apar. Bara úr apagarðinu sem voru það er alltaf að tala einhverja apar, það er eitthvað annars það er þetta bara ekki apar en þetta er alltaf eitthvað dýr sem að þefar upp eitthvað svona kaffibönir og þær verða betri þegar dýrið er búin að bara gegnum meltingakerfið á honum og svo bara tína það úr, sigta það sjóða það Ég var að hugsa bara hver komst að því Akkurat Örugglega einhver sem sá bara kúkin og bönirnar eru heilar í kúkin Já, og bara illa smakka þetta Já, bara, ok, þú veist, þau tína þau berin sem eru akkurat ripe, skilurðu þannig að þú getur eiginlega ekki séð það sjálfur eða eitthvað, minnum mig hann er sagt þannig að dýrið þarf eiginlega að pikka það og borða það Já og svo þarf það að melta það til þess að við getum notað það En einhvern veginn fatta ykkur það með því að smakka kúki ég er meira energetic núna kannski ég held að það væri ekki kúkur En þetta er sko gott kaffi Já, ekkert eitthvað svona bist bragð eitthvað svona smá moldabragð Já Mér finnst miklu sterkari lykt af venjulegu kaffinu Akkurat Svona mildara Já, mér er sætt einhvern veginn Alright Og þarna voru svona róluskvísur sem var búin að sjá Já, allt
mæta, já. í síðkjólunum, Já. en þetta er alltaf öðruvísi heldur en að við heldum. Túristadæmin hélt. Ég var alveg smá disappointed, sko. Alla myndir er alltaf svona bara ógeðslega flott útsinni og þær mættir í einhverjum síðkjólum og eitthvað þannig, en þú ert í rauninni að leigja þarna einhverja svona skikkju sem að lítur út eins og síðkjóll á myndunum. Það? Og fer Velur bara lit. velja bara lit. Og Ok. svo er þetta þarna einmitt bara inn á þessu kaffahúsi í þessu tilfelli allavega. Svo eru þið bara Flott hvað í kring. vippa þeim. Já, svo skiptast þeir bara á að fleia þeim fram. Já, og þeir eru sko hoppandi, sástu þetta í stóri hjá mér. Já. Þeir eru bara að hoppa og fleia gælni. Ég var bara, Getur ekki verið safe. nei, þetta væri bara my last. Já. Og þá er þetta að fara í eitthvað svona róla sem eru fleiri saman. Já, Það hefði verið döður, menn Já. sko. Nei, takk. En svo er ógíslega mikið, þess að þetta var ekki aðal original rólan. Þú Nei. veist, þegar ég fótt í Bali, það var bara ein róla. Núna eru konar svona fullt af, Já, þú veist, svona já, dús. fullt af alls konar svona Já, photo svona ops. túrista, já, svona bara típist svona eins og Ísland, en með alls konar svona Algjörlega, algjörlega. búa til bara. Er ekki líka eitthvað svona eitt sem er eitthvað með svona klettum, gat á milli, eða eitthvað veggjum sem er í Bali? Þetta er svona, og svo myndast alltaf ekki mikið röð, fólk setur oft speil undir sem lukkar eins og þetta sé vatn, veitir hvað er að tala um? Nei. Ok, ef þið myndu googla, Jú, býttu, ertu að tala um svona, og það er munstur í þessu. já, getur verið, Þetta er svona, eitthvað svona tempúl, þú veist, þetta er ekki svona, þetta er inn í Þetta er ykkur ekki- tempúl, sko, já. já, eða fyrir eða svona á svæði, En já. það er þannig að fólk er að baða sig þannig. þetta er í úbútt, sko. Nei, ekki baða sig, þú Nei. basically stendur á milli, þú veist, við veitum hvað klettir að veggir, svona gat, Já, einhvern veginn, jú. Það er einmitt bara eitthvað, já, miljón mann. svo lítur þetta hliðar, já, bara miljón En manns það er ekki ástæðan okkur, maður nennir ekki að gera eitthvað svona hluti. Nei, ég skil Að það. þetta er bara ógeðslega mikið bara photo op. Viltu Já, eina þetta er bara mynd það, já. og býð röð, Já. í staðan fyrir að vera bara á þínum eigin forsendum og Upplifa. skoða og upplifa, Mhm. skilur, þú veist, fæn eða þú vilt gera eitthvað svona. Það er bara helling í boði. Já. Gæin var líka bara sjokki, bara hvað ætlaði að gera í úbútt? Við ætlum bara að njóta hérna, skilur. Já. Bara í þessu skemmtilega umhverfi og, veistu, þetta er Ricefield, skilur. einmitt, En þú getur auðvitað farið og ert bara í öllu þessu. Það er alveg hellinga eitthvað svona, til þess að gera. já, Mhm. já. Það er bara ekki alveg það sem við fórum fyrir. Nei, og líka eiginlega bara þarna vorum við búin að, ok, aftur að segja, búin að ákveða svolítið bara að chilla, en Það er bara svolítið gott að chilla einn. svolítið gott að chilla. Já, það er Nei, best. já, og bara þetta var svo óksla næs hótel og bara geggja útsýni bara yfir með þetta Já. hrísgruna, agrana og Það er líka Svo eitt fórum við djók að bara- ferðast hana sko þú veist, eins og við vorum alveg frekar langt frá bara úbútt bænum. Það er alveg 40 mínútur í bíl og það er alveg svona Já. crazy rides, sko. Já. Einmitt. En við fórum með svona út að borða hérna downtown Það var alveg tveir geðveikt. sinnum og Já. hvað það var geðvægt og ógstlega gaman að fara í klikkunina en það er gott að geta að fara úr Tjúna henni út, síðan já, líka. Já. 100%. Ég meina, Hvað sló fóru áttur í úbútt, mástu það? Við fórum á, já, eiginlega bara besta staðinn hann hétt eitthvað Donna eða eitthvað svona mannstu. Fórum við á sama staðinn sem við fórum í Núsa Dúa? Nei, Nei, það var eitthvað Núsa mannstu ekki bæ Dúa. það var hérna sundlaðna, við byrjuðum á barnum uppi vorum að deila bara öllu matselunum, ógstlega góða matur Ég maður það ekki. Allavega. hann hétt eitthvað Donna eða eitthvað Já, Ok. og hann já, var með næs alveg rétt. Jú, já, Nei, fórum við ekki á hann spákonustæðin? já, fóru líka hann já, oh my god, ég var búin að gleyma því Fórum við á svona numerology stað sem að geðveikt. þú bara, hérna, Merlins já, Merlins. Hann var ekki ekki líka. Mhm. Það var, já, Þá var sérst velur þín tala matinn. Já, þú gerir eitthvað svona ammalið og svona þýtt numerology velur, þú veist, Hvað þú finnst gott, aðrétt, já. eftirrétt. Elska. Já, geðveikt. Var það gott? Já, geðveikt. Já. Slay. Þú veist, það var ekki einn matur vondur á núti, sko. Nei, það er Ógeðslega góður geðveikt. matur á núti. og allt ógstlega bara flott og eitthvað sem þess stað var bara ógstlega flottur og maturinn gekk flottur og þú veist, það er alveg svona Þetta hefði alveg getur gett presentation hacky alltaf mjög staður. flott og Já. eitthvað, já. Þetta var alveg mjög flott staður. Ég er búin að gleyma honum. Ég man ekki alveg hvað stað þú ert að tala um. Donna. Hann var geggjaður. Það var eiginlega sem okkur fannst besti maturinn. Ekki Núsa Dúa. Já, hann var líka góður. Það Já. var nústum þú, en já, en þetta var hérna. Einhver annars, allavega, já. Eftir útbútt þá fórum við til Núsa Lembungan sem er eigin. En er ekki nokkra eigur? Er ekki Það er mjög nokkra margar núsa? eyjur. Já, það já. En hvernig kom til að völdu þessa? Það er ég fara á gáður Já, ok. og ég man bara þegar ég fór hann með Jói, við vorum bara svo mikið að surfa, ég var bara, ég verði að koma eitthvað aftur einhvern tímann í lífinu mínu. Það því að við fórum til Gili Tí sem er svona aðal eigin. Það er nokkra Gili eigur og Gili Tí er svona aðal
og ég veit ekki, mér langaði bara meira að fara aftur til Núsalembakan. Það sem þú varst að surfa? Já, ég var að surfa báðast, nei, ég var ekki að surfa á Gili, jú, það sem ég var að surfa, Okay, það var ég ekki að njóta eigirnar einhvern veginn. Ég skil, ok. Þannig ég fekk einhvern veginn, og það líka bara allt búið breyta svo ógeðslega mikið, sko, bara allt orðið allt annað. En ég er svo fein að við fórum á þessa eyja, því við hefum aldrei fundið hennan bleika paddilvöllu, en bara einhver aðra eyju. Einmitt! En þetta var bara geggjuð eiga, þetta var alveg svona eiga væp. Já, ok, geðveikt. Þetta var alveg svona þvílíka upplifun, sko, Já. og ógeðslega næs að vera í einhvern veginn svona sem allir eru bara í eitthvað svona eiga feeling, ég veit Já, ekki hvernig já. maður getur útskýrt þetta er bara eitthvað öðruvísi. Var þetta svona eins og að vera í Vestmannaeyjum? Nákvæmlega eins. á þjóðhátíð. Já. Ég tjekka. En það var eitthvað, já, það var svona smá þjóðhátíð, þannig að 17. júní hjá okkur. Já, það var eitthvað svona friðarhátíð á þeim. Já. Að Svo það? erum búin að vera búið til skreytingar allan tíman. Æ, Það krúllegt. er flott, öll svona hver fjölskylda skreitir svona fyrir utan hjá Já, sig. Æ, og við fallegt. mættu öll í svona, bara svona, þeirra svona aðal, hvað segir maður, klæðaburði svona Já, þennan dag. já, Það var Já. ógeðslega svona eins og þjóðbúningur Já. með hengist trónni. Ok, geggja. Það var var mjög ógeðslega cute, fín. já. Já, þá var allir með blóm og eitthvað. Já, Æ. Það var geðdúll og já. dúllur. Voruð þið þarna á hótelið eða í húsinu? Þarna vorum við hótelið sem var svona bungalows, þannig að við vorum bara sikkert bungalowið ok, sem er, þú veist, á jarðhæð Já. með sundlaug og svo bara grindverk utanum, Já. basically hótel, skiljur við. Ok, geggja. Og þarna lendi ég í moskítóherbygginu, Já, með öllum pöttunum og einmitt. öllu því. Þú eru að sofa brókuð. Nei, ég skipti um herbyggið, thank God, sko. Þannig að við fórum bara að nýst eitthvað herbyggið og það var enginn sem sagði okkur að þetta væri eitthvað öðruvísi eða eitthvað svoleiðis. Það var náttúrulega ekkert öðruvísi, það bara vantaði lokurinn í veggin hjá mér. Nei, en svo farið þið að senda eitthvað svona, hvernig finnst þið eitthvað herbyggið, bara þetta er svolítið subbó og Já, eitthvað ég svona. er bara fyrsta sem ég sé bara kóngul á rúminu mínu. Já. Úi, á rúminu? Já, Jó. og þú veist, það er samtalið svona, þú veist, himnasæng sem er eiginlega á öllum smótilum út af moskító og eitthvað. En ég og Jakob vorum bara eitthvað, bara, Okkur var veist það bara ógeð, ekki að finna okkar, svo komið þið til okkar, Já. þá var líka okkar greinlega eitthvað nýrra Já, eitthvað innrétta nýrra, og já. eitthvað svona, þannig að þú veist, ég var bara fyrst ekki alveg að skilja hvað sko, og þið voruð að styrstuðisinn upplifa, og sko. eitthvað, þú veist, það var bara svona migla í öllu og þú veist, það var svona vifta út Já. og það var bara opið út þannig að Já. það komst bara hver einasta patta inn Já. og meðan hjá þeim var bara venjulegt aircon, Já. skilur Já. ég var bara svona, jó, ok, og það komst inn bara gluggi, en það var ekki hægt að loka glugganum heldur Ok. og bara flísana voru, þú veist, það var bara alltaf dætt stundur inn í þessi herbyggið, það var bara Ok. greina elsta herbyggið þeirra Já, eitthvað. já. Og svo allt í einu spyrja ég þessar moskítur og ég svona byrja svona að drepa þær, ég er svona að fríka út, skilur svo verða þær í alveg svona 3000 Úi. bara, og ég var bara að fríka út, ég var að reyna að gera mig til hana, ég var bara neina, ég megin ekki og ég var bara, hvað ég gera, ég var bara alltaf að hlaupa yfir til þín ég bara bensið, nei, þú verður bara að tala við eitthvað, sko en hann fór, keypti eitthvað spray kemur tilbaka og ég er bara í ennþá meira stríði, það var bara miklu meira svo byrja hann að spraya og þá koma þær allar. Úf. Og það var bara allt í einu var, og þú veist, ég var að kapna út af eitrinu og þú veist, þetta var bara hræðilegt og við bara flúðum, ég flúði yfir til Evu og ég bara bensi, farðu og græja það nýtt herbyggi, ég er ekki að sofa hana, annars finn ég mig nýtt hótel, ég er ekki að fara að vera hann inni. Það er líka þegar við vorum hann inni, þá heyrðum við sko í einhver risaðilu og hún á baðþækir, það var bara svo, bara eins og bara bróðinn, skilur. Já, einmitt. Þú veist, hvers konar eðla hann var. Friðrik. Já. Svo risastór, því maður ekki svo neina stór, ég bara, af hverju hann á þækinu mínu. Einmitt. Þannig að þú veist, já, en ég og Bensi lentum alltaf í ykkur svona vesenni með okkar herbyggjum, alltaf með sömu herbyggin. Já. Það var alltaf svona annarkvæmt rassalitin í okkar herbyggi eða bara, þú veist, ykkar var alltaf svona aðeins betra. En þarna var þetta svona, Þú veist, þetta var alltaf bara, Extreme. við fengum alltaf skilabóð bara, hvernig er lyktin í ykkur og við bara eitthvað reyna að finna lykt. svo kem ég bara, er ég bara svona pikki, kem ég yfir og það var bara geðveikt inn í Já, þeim. þannig að, já. Ég bara, ég er ekki verið tramtisk og svo Nei. komum við yfir og bara, það er rassalitin inn í Já. This haunts me, sko. En þið fengum nýtt herbyggi þar líka, Já. Nei, hvar? líka í útbútt. Já, ég af því að þar var ekki rassali. Ritz. Nei, það þurfti ekki að rétt, já. Eftir Ritz þá er ég bara svona, ok, rassalitin mín herbyggi. Svo kemur til útbútt, rassalitt aftur, þannig ég var bara, ég vil nýtt. Já. Og svo fór Já, það var rassalegtir, nei, á á Ritzinu Ritz mínu. líka. Já, ég skildi ekki. Þetta er bara taskan spensa. Já, það er eitthvað sem fylgir ykkur, sko. Það getur verið, sko. Nei, en það var, já, eitthvað alltaf miklaðin í okkar herbyggjum. En eftir Ritzi þá var ég nenni ekki að láta þetta gerast að ég bara byggja um nýtt herbyggi. Fengum nýtt þar
og bæði skiptin by the way, við vorum alltaf búin að biðja herbergi hlið við hlið og við bara, nei það er ekkert laust, við vorum alltaf að senda bara eitthvað raskat og þau svona á aðeins þægilegur stað. Við sendið raskat, ég kvart undan herberginu og það herbergi beint við hliðina á henni. En samt spurði við alveg það, ég bara eitthvað svona, já, eitthvað, eru herbergin hlið við hlið, við báðum herbergi hlið við hlið. Hann bara, ég veit, hérna, en það var bara ekki laust, en þau eru bara mjög nálægt. Og svo fær hún herbergi við hliðina. Já, við bara fekk alltaf raskati, kvarta, fæ beint við hliðina á henni. Það var okkur verið að færa hitt fólki sem átt að fá. Já, færið það bara til að byrja með. Já, setja mér rassarbi. Algjörlega. Ekki sanngjarnt að setja sér nú í rassarbi. En já, við vorum svona kannski mest stressaðar með eitthvað svona pöttudæmi og eitthvað á Nósa-Lembogan, en það fór samt alltaf alveg vel. Af hverju þar? Seinast ég var þá lendi ég í rosalegum sandmaura árás. Og það er líka bara, þú veist, meira, það er ekki að vera eitra á þessari eyju og þú veist, það er bara svona og bara þjónustustigið var líka bara læra, þú veist, maður hefði ekki treystamenn til að koma aðstofamann þó að hefði verið bara eitthvað risakónguló en á reitt svo útbútt og eitthvað þannig það er svona service, já, þetta var svona, já, þetta var ekki alveg eins fín hótel og já, en ég held að það er bara ekki eins mikið líka eitra á svona eyjum og eitthvað. Nei, já, og líka þetta var alveg á jarðhæð, þú veist, þá veit maður að pöttunar eru mjög aðgengilegar. Já, eiga miklu öldra mögkomin. Já, og ekkert almennilega lokað heldur, þú veist, það voru svona þetta er svona bungalow vibes, þú veist, það er bara með greinar í þakinu, skilur. Já, ég sá alveg eðlilega inn í herberginu mínu, en það sögðu allir bara, þú vilt vera með eðlilega frekar heldur en allt annað, þegar þau borða, þú veist, það. Eðlilega trufla mig ekki, en gecko myndi trufla mig, sko. Já, það er læti, en þú veist, það er svona alveg skrítið að vita á einhver eðlilega bara skríðandi inn í herberginu. Það er óþægilegt, já. Það bara skrýður hún uppi. Já. En hvað voru lengi á þessari eyju? 3 nætur. Það ekki, 4. Ég man það ekki, 4 kannski. Hvað voru að gera þar? Svo mikið. Við fórum að snorkla. Já, hvernig var það? Það var geðveikt. Ég hef aldrei séð svona mikið af fiskum. Aldrei séð. Það voru alveg bláir krossfiskar. Ég veist ekki að það voru til. Ég hef ekki enn sem mynd af þessu. Það voru bara risastóru bláir. Alveg bláir, sko. Bara svona það bláur á litin. Og svo var þetta bara eins og horfum bara Nemo. Já, þú sem sagði það, þetta var bara svona Nemo. Ég oft fór að snorkla og þá sé ég bara, þú veist, akkeri undir bátnum, skilur og bara kannski einn bara kúta eða eitthvað fisk, eða túnfisk eða eitthvað. Þetta var bara eins og, já, bara fiskabúr, bara draumur. Þetta var ógeðslega flott og líka smá þægilegt, þú veist, hann var bara svona bát og seldi bara svona rólega eftir okkur og maður þurfti ekki enn svona að synda, maður svona ferðist bara svona smá áfram með strömmnum og hann bara kom á bátnum til manns. Og hvernig var veðrið þarna? Bara keðvitt. Já, það var bara 29 gráður allan dag á Bali. Og bara sól. Og heiðskýrt, eða svona. Já. Ok, nice. Fengum bara hana eina rigningadagana. Annars var bara alltaf eins, einhvern veginn. Já. Við skýja, meiri ský bara í útbút. En þarna var bara komin ofar. Já, og svo leiðum við svona buggybíl og keyrðum með meina og fórum á alls konar strendur og já, svo vorum við bara ógeðslega mikið í bleik og padeli. Já, þetta er sko sick. Það er alltaf ekki að byrja daginn að fara bara á æfingu. Geðveikt, líka bara öll saman og svo gaman. Við fórum alltaf bara 8:30 bara í padel, skilju. Geðveikt. Áður en öll sólin byrjaði og líka, þú veist, það getur ekki verið erfitt að vakna fyrir, þú veist, bleika padelvelli. Og það var líka bara gott kaffi þar, við fengum bara gætna ískaffi og þú veist, þetta var bara einmitt. Þeir voru svolítið búin að sakna koffíns eða ekki í ferðinni? Jú, ég var alltaf bara að drekka Coca-Cola. Já, til þess að fá koffínið. Já, af því það var, þú veist, já, bara, ég var búin að drekka sér 2 kaffibólla, ég þarf meira koffín. Já, skil. Maður var svo ógeðslega þreyttur. Ég var bara alltaf með Coca-Cola fyrir padel. Já, ég veistu, að hér dæmir enginn, sko. Já, bara það var svo ekki betra að ég hitunum heldur Coca-Cola, sko. Nei, alvörunni. Svo gott. Það er svo gott, já. Og þetta var einmitt líka bara maður svona, kannski þurfti að leggja svo smá á ströndinu eða eitthvað og svo er maður að vakna og bara fyrst sem maður pantaði sér á Coca-Cola. Já. Rífa sig í gang. Það er að rífa sig upp. Mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt. En að þið voru bara í padel, snorkla, enjoying. Já, bara að explora eyjuna. Fóruð á okkur strendur þar og já, það er eitthvað sem heitir Mushroom Bay sem er bara geðveikt falleg hvítströnd, þannig að okay. þurftum að keyra litið, þú veist, inn í annan bæ á eyjun til að fara þangað. Og það var bara ógeðslega mikið væp og svo er bara ógeðslega heitt, þannig að maður vill bara vera svona laying around auðvitað, og þegar maður er búin að explora allan daginn og bara mega nice. Borðum mikið á ógeðslega góðum mat og já, það var bara góðu matur þarna, sko. Það var ógeðslega ferskar svona skálar. Já.
og morgunverðar núðlurétturinn þeirra. Best. Hann ekkert eðlilega góður. Nei, alvörinni. Þetta besta núðlur í heimi, sko. Ég sá pikk, sko. It looked Já. so good. Núðlur með kjúklingi, einhverju svona þeirra sósu og eggi ofan á. Já, þetta ekki. Slaps every time, Já. sko. Geðvikt. Og veist, alltaf brókslega ferskt avokado ef maður var að fá sér eitthvað svona tóst og Já, þetta var einmitt. bara geðvikt, eins og sko. morgunmatarstaðin sem við fórum í Núsa Dúa Já. sem var bara sko án gríns bara nánast heima hjá einhverjum bara við fundum hann randomly og þetta var bara Það voru þú svona veist, 4 sæti þú veist, ég var svona eigum við að treysta þessu Já. skilurðu? Skil, Af því já. það er alveg þekkt að fá balibelliðan úti ég var alveg bara svona eigum við að treysta þessu svo var ég bara svona það lítið svona bara vel út þá bara fá að finna fyrir skilurðu og við endum að fara hann að 3 dagar því að þetta var bara og það kostaði bara kling og það var bara ógeðslega fallegu matur bara Vá, geðveikt flott geðvikt. það var bara svona Og random hvernig mat voru það að fá? bara svona skálar Já, Já. það er ekki mjög algengt Jú. núti, já. Og svo eitthvað svona egg avokado og já. tómata og þú veist bara svona Geðvikt. þú veist svo að því að það var óslega dýrt að borða á Ritz við vorum ekki með morgumat eða eitthvað þannig að við fórum bara á svona staði í Já, staðinn, skilurðu. geðvikt. Já, við vorum alltaf orðin svo svenga eftir padel. Já, þetta var svona leiðin Þetta var heim svona leiðin heim. Já, Það næs. næs. bara óslega gaman að sitja Einmitt. bara að horfa á okkur óslega fallega kletti og þannig að fundum við líka leyniströndina manstu Já, hún var ógstlega flott. Já. Þetta var bara svona útsinni yfir bara geggjaðar og strönd. vorum við að sjá bara Vá. hvað fólk fara niður og klifur inn í einhver klett Já, og vorum bara ég sé það TikTok á Já. þér En það, hún var bara wow, byttu og þá fættu þetta væri einhver leyni svona TikTok strönd geðvikt. tókum hana myndina á okkur þar Já, einmitt. já, mjög gaman Það var fórum alveg, ógstlega flott. já, nokkur sinnum hanga það var geðveikt Næs. já, en þetta var Núsa Dúa Þetta var svo það. Núsa Lembungan við vorum þar exploring vibin en þannig að báturinn þar er traumatic sko, að Já. fara yfir Það er það sem að töskunar ykkur að henda upp á og... já, Þegar við vorum með báttum að leiðina þangað, þá var ég bara ok, ég er bara að flutta á þessa eyju, af því ég Já, ég fer ætla aldrei tilbaka. í hennan bát aftur. Hvað var svo skeri? Öldurnar eða... Við vorum bara Báturinn bara detti í sundur, sko. tróðin, það er bara ógeðslega margir inni í þessum bát, bara alveg tróðið saman, þú veist það er svo óþægilegt, þú getur ekki staðið upp nema fólki við hliðina og standa upp líka, skilur, þú veist já. bara svona alveg tróðin og svo voru gluggarnir opnir fyrst, já. þá var bara vatni bara gufast inn og þú veist maður er einhvern veginn svona smái kjallara einhvern veginn á Já, þú veist, bátnum það er og bara ekki vatnið að sjens gufast inn. að komast út ef báturinn fyrir undir sko Já, þú veist, Nei. you're done. og ég sé svona 3000 myndbönd af þessum bátum Sökkva. Já. Og fólk þá deyja. Nei, þú veist, ég hef ekki heyrt mikið um það deyja, Nei. það eru alltaf einhver sem deyr sko inn á milli. Já, einmitt. Já, Að og því að líka bara ef að sjórinn þarna er báturinn crazy. ræður ekki við þetta, hvernig eigum við að fara eitthvað að synda. Já, Þú veist, satt. líka það er engi björgun í fyrri bátnu, það var engi björgunversti Nei. og þú veist, bara glemdi ég að maður gæti farið í björgunversti eftir þess að þröngt hún er ekki að tróða þeir, skilur við. En þess að fyndi ég var eitthvað deyju kvíðakasti, svo var svona 8 ástralíski krakkar bara eitthvað chilla, bara hlæja öllum öldunum, en ég var bara, ég mun deyja. Já. Ég mun deyja. Það er samt bjargaði eiginlega lífið mínu í þessari bátsferð að það voru með einhverju svona ástralski krakkar að fíblast Já. og ég var bara að leiða þeim að distracta mig Já. allan tíman. Þú veist, ef Mjög þeir gott. eru chillaðir og foreldrar þeirra, þú veist, þau eru svo vön þessu Já. umhverfi. En þegar ég fór einu bát seinast ég var með Jói, það var hrikalegt, sko. Og það var, þú veist, það var bara spýtusæti. Og það var maður bara bom, 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 allan tíman. Þú veist, það var hrikalegt, þú veist, töskurnar valla bundnar upp á bátnum. Einmitt, einmitt. Hún er að fara úti. Og það var gæði sem að, þú veist, það var ekki bryggja. Þú þurftir bara Já, þess að halda þér. Eða eitthvað, já. Það var ekki að halda þér. En það var endur ekki Og bryggja í ég sé okkur eitthvað núna vídeó og bara sem svona menn- sluppum greinilega Það frekar var vel. ekki bryggja heldur frá Bali. Ok. Þeir voru þar að vaða hingað með töskunar fyrir að Oj. byttur hún hausinn. En þú veist, þið þá líka vaða? Já, Já. við þurftum bara að vaða. Já, ég sé svona vídeo sem hvað stelpur eru svona borðnar. Á Bali? Já. Já, þessi... Þú veist, þau eru bara eitthvað, ég ætla ekki að Já, þau myndi byggja um það, myndi Já, örugglega gera já. það fyrir þér, sko. En á leiðin tilbaka þá var þetta sko, það var alltaf svo mikið svona fjara á ströndinni þarna. Þannig að þú veist, bátarnir komast ekki að. Einmitt. Og þá þurftu að taka sko lítinn bát Já, það er ekki bryggja hana. yfir í annan, já það er ekki bryggja, þú veist, þannig að maður þurfti sem þetta vaði í eitthvað lítinn bát sem að skuttla okkur síðan í stóra annan bátinn. Það var bát ekki út á stór. sjó, nei. Nei, og... Það var aðeins stærri. Aðeins stærri. Og við vorum greinilega í fyrsta bátnum til að fara semst yfir. Á 4. Þannig að við vorum bara 30 gráðum í einhverjum kjallara á einhverjum bát að deyja úr hita, Og ekkert við eitthvað. innlökunni kent. Og þar var öllu vestin uppi
á sætunum, bara á bakinu. Já. Ég var bara, já, og þau voru mjög notuð. Mjög notuð. Þau voru mjög notuð. En þú veist, við Kannski oft biðum þurfum við að nota þar þau. í svona Já, þú meinar. klukkutíma Já. á meðan það voru að ferja bara fleira fólk til okkar. Ég hélt að það Líka bara, yrði þess hvernig við löpum dauður yfir mennsku. úr þessum bát sem er bara basically svo dótabátur yfir í hinn bátinn. Það er ekkert security, eða þú veist, það er ekkert verið að passa upp um hann. Nei, Þú bara, maður var it's your bara own svona eitthvað risk. að kasta sér Já. yfir. Og Það, þetta já, var... þetta er Veitu, bara, hvert voru að fara þarna? bara aftur tilbaka til Bali. Eða bara aftur tilbaka til Bali? Já, Ok. þá fórum við til En þetta var Ulaanbaatar. samt worth it, þessi eiga var geðveik, Já. sko. Ég En í bara- alveg bara verstu klukktími lífsins þess að byggðum inn í bátnum. Hvað er sko. lengi Já. í þessum bátsferðum? Þetta átti bara að vera Klukkutími. klukkutími, en þú veist, við vorum með Með klukkutíma var bara að bíða menn og voru að fylla bátinn. Já. Það var skára þegar við fórum á eiguna. Já. Miklu skára þegar við Já. tilbaka. Já. Þá bara, þú veist, það var okkur skuttlað úr stóra bátnum og byggðum bara þar á meðan þeir náðu töskurnar. Já, Þú veist, það var bara akkurat. eitthvað svona Já. get lítið issue. Já, við fórum náttúrulega í annan bát þá Já. líka, hjá mér að glema því. Já. En já, worth it mæli ekkert eðlilega Já, mikið með geðveikt. Núsalembakan. Mæli sjúklega mikið. Ég hefði viljað samt svona eftir áhyggja að hefði viljað að fætta gíli líka með ykkur. Já. Það eru bara hestvagnar. Það eru engi buggy-bílar en eitt. Já, einmitt. Það er alveg óslega kjút. Hún er bara pingu lítil og getur bara labba hana á 40 myndum með Já, ok. Vá, geðveikt. Það er með frægu ströndin, eða ekki? Eitthvað svona ein fræg Er það ekki gíliströnd. Taílandi? Nei, það er í Nusa Penida sem fyrir aftan Lembakan. Nei, það er í Ah. Nusa Penida. Það er hinum megin stóru eiginni. Já, ok. Sem að Great White Sharkinu var síðar. Það sem við fórum að snorkla. Já. Hann er Nusa Penida. Einmitt. Einmitt. Aðeins fyrr. Já. Já, Ó, ég fórst það. það er ríka. En ok, byrju, svo fyrir það aftur til Bali til þess að fara í Til Uluwatu. Uluwatu. Sem að svona alveg goals og langaði svo mikið að fara á það. Já. Það var alveg búin að vera ógeðslega spennt að fara Af á það. hverju? Það er bara svona trending staðurinn Já. núna, eiginlega. Já. Þetta var ekki til fyrir nokkrum árum. Var bara svo spennandi bara, einmitt, að bara fara að sjá þá Já, eitthvað það svo var nýtt. ógeðslega fallegi klettar Mhm. og bara, þú veist, allt bara svona upp í klettunum, geggja view, flotta strendur. Allt öðruvísi svona ferðamennarna, eða þú Já. veist, þetta er svona ef Og þú svona- verður að fara að búa Já. í Bali í einhverjar, þú veist, nokkra mánuði eitthvað, þá held ég að myndi gera það þarna. Þú veist, þetta er Já, ískil, ok. svona mest í gangi en samt ekki svona djammið beint. Nei, Eða ekki, þú veist, nú hef ég ekki farið til Kangú og Nei, Kúta. Kúta er náttúrulega ekki alltaf döðbær, Já. en Kangú er náttúrulega svona aðal djam staðurinn fyrir svona unga fólkið. Uluwatu er svona, sumir að segja að það sé svona nýja Kangú. Já, bráðlega. ok, já. En það svona var ekki aðeins eldra fólk Aðeins samt. eldra fólk, já. Svona meira okkar aldrei, Já. ekki, þú veist, 20 18 ára. Já, já. Það er meira svona Kangú vibes, það er svona full moon parties og líka í Semmanni Já, já. Þið fóru ekki neitt svo leis, full moon party? Nei, við vildum bara vera í þessum fullorðnarsvæðu. Ég skil, í þessu já. ferð. Við hefðum alveg getið ekki bara allt annað pól og vera í Kangú og allt þessu, þú veist. Við vorum svona rólegri stöðum, Já, sko. langaði bara svona aðeins að njóta sem fullan af fólki sem við erum. Já, við erum bara svo þroskaða. En þegar við vorum í Uluwatu, þá vorum við í húsi öll saman. Það var Já. ósaklega með okkur einu sundlaug, svona lítið míní-villu. Já, Hún var geðveikt. svo flott. Hún var svo flott, sko. hún var TikTok did not geggjuð. disappoint. Þetta var alveg svona TikTok famous Ok, villa. ok. Það var svona margar þannig, maður sá engan umgang eða neitt frá öðru fólki eða eitthvað þannig í þessu. Nei. Það var svona marg þannig. Bara ógeðslega cozy og ógeðslega clean. Oh, Og geggja location og... Mjög gott location, bara engar stund að labba beint á En- algötuna. Maður er samt með Geðveikt. svona þjónustu þarna, þú veist, maður sagði bara hvernig maður vildi þrif og allt svo leið, Já, þú veist, þannig að maður var ekki, ok. maður var ekki beint í húsi heldur var alveg, Já, þú veist, hefði maður alveg getað pantað mat og eitthvað svona. Já, Ó, getur er pantað bara það? morgumat og bara Ok. fullan matseðil og allt. vá. Þegar maður bara Nice. veit ekki að stæði sem er að vinna með þeim. Já, nákvæmlega. Getur pantað kaffi og það er svona kaffi líka hana og þvottaðel og það var bara ógeðslega flott. Já, þetta var alveg geggja. Geðveikt. Já. Og bara svona aðeins gaman að breyta til, að þú veist, vera með bara svona sófaðarstöða sem við gátum, þú veist, spila og fengið okkur drikk og nákvæmlega. fórum út að borða og eitthvað svona, hann að, Gaman að breyta þess væpinu Já, frá því já. að vera bara úr, þú veist, hótelherbyggjum, sitt hver lægi. Já. akkurat, Vá, gaman. það var bara geggjað. Ég hefði viljað vera lengur þarna. Já. Aðeins lengur, svona 2 dagar aukalega. Hvað voru lengi að Við það? vorum í 4 nætur. Já, það var aðeins stutt, Það var eiginlega aðeins stutt. Og svo, þú veist, eftir það, þá var bara Bali búið. Já. Og ég var bara, ég er Já. ekki tilbúin að Það var fara. alveg áfæll, þetta leiði ekkert eðlilega hratt, sko. Nei, svo Þetta leiði hratt. allt of hratt. Allt og Oh rætt. my Ég var bara, God. og svo voru alveg 3 dagar í Malsíu. Ég var bara, hefði þetta verið kannski 1 dag.
Sko, Kannski af max því að það var vont við Já, en þú veist, glata ég veður. fílaði alveg væpið Malasíu Það var ógeðslega gaman, mikið, sko. mér varst alveg gaman að prófa Já. svona allt öðru þessi land En 3 dagar er kannski aðeins svo mikið þar. já, að þau voru lengur líka heldur Já. en Singapúr og Já, þetta er líka, já, einmitt, að þetta er svo ókslega lítill staður. Það var alltaf minna eftir deginu sem maður var að það var vá, hvað þetta er lítið. Þið fóruð sér frá Bali, Já, hvað er langt flug til 4 Malasíu? tímar. Já, Já. fóruð til Kuala Lumpur Lumpur. já. og voruð þar í 4 nætur. Já, ok. Og þar vorum við á hóteli, þú veist, sem var með eitthvað svona geggjari, rooftop, sundlaug og eitthvað svoleið sem við gátum bara aldrei nota Af því þegar að voru veðrið bara var ekki þrumur og gott. eldingar. Það var Einmitt. bara brjálað veður, sko. Þú veist, ég bara, já. Fyrsta daginn var svona alveg geggja við Já, og sem betur við fórum við líka og borðum þá Já, og þá úti fórum við á já. markaðinn og eitthvað. Mhm. Eða þú veist, einn af markaðunum. Þú varst með okkur í tour? Og fórum Já, við í já, hérna það var þarna á Temple og- deginum, já, semst fyrsta kvöldu var ekki ekki við, Já. þá sátum við þarna úti, Já. svo fórum við í smá svona skoðunarferð fyrsta daginn og sem betur við gerða við það, því það var síðan bara eini dagur, dagurinn, já. en þú veist, það var ógsta heitt og Já, við vorum að eitthvað, kapna, vorum alltaf að reyna að finna einhvern stað með aircon bara þegar við vorum að deyja og Einmitt. já, En það var ógslag gaman, Eva var búin að, þú veist, researcha allt sem hún vildi Ó, sjá og við geggjað. búin bara að sjá allt. En Geðveikt. bara á einum, þú veist, hálfum degi sem við náðum að gera já, það. já, og það var alveg gaman að þetta, þú veist, allt öðru þessi stemming heldur Já. en á Bali, sko, Já, og Singapúr. já, Allt annað en líka en það. þannig miklu meira svona áreiti og þú veist, verið að selja eitthvað drastl og Já. þú veist, eitthvað Mikið bara af svona fake öllu, Já. mörgum og eitthvað. og eitthvað hann Er þetta sem að þú smakkaði kólkrabban? nei, Já. það er setna, sko Já, Já, en já. það er í Mals Það er Malasíu, já. Það var svona matamarkaðir sem við vorum búin að plana líka allir tíma að fara á. já. Sem er bara eitthvað ógeðslega langur markaðir á svona mat. Vorum svo spennt að fara, vorum að fara senast dag og það var bara thunderstorms. Mhm. En byrju þegar þið fóruð, þá var fínt veður. Já, Nei, svo- það var alveg búið rigning, sko. En Já. það var bara akkurat svona aðeins lægja og við ákveðum bara fuck it og vera ekki með reglunum lengur. en það Já. ringdi ekkert meira eftir það Nei, ekkert, nefnum bara svona lítli drópar bara, en ekkert, Já. það var alveg helviti mikið demba, sko. Það Já. var bara, þú gast ekki labbað úti, það var bara svona vatna á öllum jörðunum. En þarna við varum bara svona, oi, erum við að fara inn á matamarkað í þessar rigningu? og líka, þú veist, maður heldur á regluðinni og kannski símunu sínum Já. og þá bara getur maður eiginlega ekki halda á Nei, öðru, nei, sko. auðvitað ekki. en ég veist, já, svo svona mingaði rigningin þá getur maður alveg sleppt Já, við regluðinni slepptum og svo henni. ringdi ekkert meira eftir það kvöld Nei. það var ógeðslega Það gaman var ógeðslega þar, gaman. sko. Líka þegar við leiðum okkur verið bara svona, æ, við erum bara suppular, Já, það er allt fuck it, blöytt hérna, fáum okkur bara bjór. já, var þetta ekkert var bara annað í boði. geðveikt, Nei, já, sko. geðveikt. Þannig að við leiðum okkur bara að vera bara svona, æ, fuck it, og það var ógeðslega gaman. Þú Akkurat. hefði ekkert getað verið pæjað þarna, hvort þið Nei, er. nei, og þú veist, þá er allt í hennu bjór bara orðin góður, Tækarbjórinn var heldur góður. hann var góður, Heldur sko, góður. og Geggjað. bara já, smökkum bara alls konar mat og þetta var, þú veist, já, þetta var ekki svona mikill viðbjóður eins og ég bjóst við, sko, því að Ok. sömur svona markaðir eru með eitthvað alls konar Pöddur og... pöddur og eitthvað, þú veist, auðvitað hefði mann ekki dótt í huga að smakka, þú veist, mikið af þessu bara Nei, út af, þú veist, það voru ostrur þarna bara gemdar úti í 34 stegi hitaskilur Já. og eitthvað Já, það var crazy. ógeð. Þetta er ekki starta það. En hvað vorum við að borða? Við borðum Hvað ávexti? bacon Já, bacon. á, já, mango með svona Ég smakkaði eiginlega kolkrabban bara því að ég varð að smakka eitthvað skrítið Ég og þetta var skil, svona... Þess að þetta var líka bara svo vorum við baku og Já, já, einhverja svona bollur og já. það var allt mjög clean eða þú veist, Já, ekkert ég er scary, að sko. segja það, þú veist, þessum við varst þessi kolkrabba ekki skeri heldur en hann var samt ekki góður en hérna, það var svona ógeðslegasta sem að Já, maður hafði fyndin, samt já. list á að Já. smakka. Já, það var alveg meira á ógslum hlutinu en við hefðum ekki alveg Nei, áttum ekkert í það, sko. nei. En já, þú veist, við bara postuðum eiginlega engu frá einhvern veginn Malasíu. nei, við vorum bara búin að vera hann í 4 daga eða eitthvað og við vorum Já. bara ekki búin að setja neitt. Já, einmitt. Ég held sem ekkert Þannig að komið við frá Malasíu því að ég var drituðum bara bara- beint komið til London. Já. Náðu ekki að setja neitt af því. Mm Jú, meini. En Já. þið náðu að shoppa. Já. Að því Nú að shoppa það smá. þá bara fórum Já. maður í málið. Já, Og við fórum það bara... voru geggjum málaðna, sko, Ógeðslega flott. endalist að búðum. Þau eru Gott öll shopping, inni, örugglega því í- það er alltaf rigningana eða eitthvað. Einmitt. Það er allt svona risa hísismól sem að lúka smá svo göngugötur. Já, ok. Og það var stóramáli og Interesting. þannig. Ég var Já. bara, þetta er allt bara Gucci, Louis, Rurið, Já, skilju. já. En ég var svo loftrætt inn í því máli, í stóramálinu, Já, hinu. já. Ég og Bensi fórum að efstu hæðina þegar hann var að leita eitthvað Pokémon-spilum og var eitthvað svona japansk dæmið hana, eitthvað svona hverfi, og kúra, bara heilt japansk hverfi inn í málinu. Það er geðvikt. Og ég og Bensi varum að fara upp í rúlstíðan og við erum bæðið ókslega loftrætt og vorum bara, oh my god, lítið niður, það var bara, þú veist, Úff. bara, ég var að deyja. Ég var Oh að my deyja. God.
það var ekkert eðalega hátt. Ég er svo loftrætt og svo var bara þrumur og eldingar líka í gangi. Ég fór ekkert upp í þessu málunni, en á sama tíma var ég og Jakob bara veður teft á okkur rooftopstað í sko mestu þrumum og eldingum sem ég upplóða ævi minni. Það var crazy. Og það er ekki gluggar, þeir draga bara niður okkur gardínur. Já, einmitt. Og svo er bara brjálið læti og bara endalaust svona ljós og þú veist, við vorum bara, er þetta ekki hættulegt? Ég held að við værum bara að fara að deyja þarna. Já, ágrís. Þetta var crazy, ég hef ekki upplegað svona veður aður, sko. Nei, ég hef ekki séð annað eins, sko. Ekki svona rigningu líka, eða þú veist, bara ógeðslega mikið rigning. Já. Ok, svo fluguðu þið frá Malasíu beint til London. Já. Eitt flug, 13 tímar. Já. I've been on a 13-hour flight. Ok. Sir. En þar sofum við líka allan tíman. Þá sofum við allan tíman. Allan tíman. Það var ekkert að vakna að gera make-up. Nei, og ekkert vaka fyrir heldur. Nei. Þá sofum við bara í svona 12 tíma eða eitthvað. Ó, nice. Já, þú veist, og ég sko, þú veist, ég rankaði ekki við mér. Ég var bókstaflega sofandi. Það er náttúrulega borin fram matur og eitthvað í svona flugum, ekki? Ég er eftir matnum. Já, en hann kemur sko strax. Nei, ég var sofnuð fyrir matinn. Já, þú var... Ég var að reyna að borða það eitthvað. Já. Það kemur bara fyrsta klukkutíman fyrir máltíðin og svo bara seinasta klukkutíman seinni máltíðin. Já, þannig að þið vöknuðu fyrir seinni, eða þú veist, já. Vöknuðu fyrir báðar, sko. Eða þú veist, ég var svona sofnuð áður en að fyrir máltíðin kom. Já. Reynda að borða það, það var ekki skotið þetta var ekki gott, nei. Og þetta var líka alveg agalega flugvél, sko. Nei, sko, elsta flugvél sem ég fór að æfa minn. Ég var bara, erum við alveg að fara í lofti í þessu bara dollu, sko. Það var eitthvað svona fjastring til þess að stýra eitthvað svona ógeðslega gömlu sjónvarpi. Valla kallar þetta sjónvarpi, það var það lítið skjár, þetta var svo Gameboy. Nei, ég man eftir, ég fór á svona flugvél líka. Sem var bara, hvað er þetta? Já, pínu lítið fjastring, já. Sem var svona föst við. Já, hún var svona rullu, tengi, já. Oh my god, sko. Það skiptið, sko. Ég var bara, að því þarna væri svona, ég er svo hrættum að ég myndi ekki ná að sofna og voru ég með neitt downloada og ég get ekki svona hort í þessu. Sé ekki neitt. Shit. En thank God, þið sáfu og þannig það var bara aftur til London, alltaf beint flug og svo fóruð þið London heim. Þú varst í London. Ok, wow, you've been a lot of travel for 3 weeks, shit man. Ok, sko, því náttúrulega, það er ekkert oft sem að fyrir ferðalag þar sem maður þú veist að skipta svona mikið staði. Það var fyrst spurningin mér, hvernig er að pakka fyrir 3 vikna ferðalag? Þú veist, ef ég ekki verið með eitthvað bensa plossi, þá er fyrir fucked. Já, ég var með svona litlu flugfröðu töskunars Jakobs, þannig að ég var með stóra tösku og 2 svona litlar flugfröðu töskur. Af því að, maður þarf ekkert eðlilega mikið að dóti. Og svo er svo pirrandi, svo er sumt bara sem maður, veit kannski að maður er ekki að fara að nota aftur eða eitthvað svoleiðis. Já, mikið af þannig kjólum. Já. Þannig að og maður notaði ekki næstu allt, sko, ég hef getað tekið svo miklu færri skó með mér og já, og líka bræðingu fyrir þetta því maður þreifðu. Já. Að vísu áreits var ég búin að nota öll æfingu fyrir mér, sko. Já, þú veist, ég þóði all umlegu kom til út. Ég er alveg með nokkuð sem ég notaði ekki, ég tók alveg 8 eða eitthvað með mér. Já. Alltaf mikið, þess að maður þrýfur alveg hlutinu. Já. Man alveg kannski átt sig á því. Já, sérstaklega kannski í 3 vikna ferðalagi, svona, já. En ég var mjög erfitt að pakka fyrir svona. Já. Það var ógeðslega erfitt. Ég var alveg, ég og Bensi vorum að reyna að pakka bara árið fórum og vorum alltaf að vikta töskuna. Ég þurfti bara að taka endalaust upp úr. Ég bara fórnaði helling og svo þegar við vorum á flugvellinum og við vorum að tala saman og ég bara, ég er ekki með þetta. Eins og hvað glemdur sem hún kefti fyrir ferðina, sko. Bara skór og ballerínas. Glemdi ballerínas. Já. Ég er að fara í svona 6 daga borgarfæri samtalskil og London og ég var bara, ég er ekki með ballerínas. Þetta var mjög erfitt líka eins og í Malasíu, þá voru allir bara ekki með nein föt fyrir það. Já, ég var bara 7 föturum og í Singapur. Já, maður var ekki fara að vera í einhverjum strandfötum þar. Nei, þannig að þetta var, Já, að því þetta var, svona mismunandi væp í öllum borgar, eða í Londonum. Já, það er mjög erfitt. En að pakka á millistafa, þú veist, því núna eru þið, 3 nætur, 4 nætur hér, hvernig var það, þú veist, endur pakka alltaf? Ríkulegt. Sko, já, ég var samt alveg ágætlega skipulegust eins og fyrir Singapúr, þá var ég bara með packing cube sem ég var bara búin að ákveða föt fyrir það, þannig ég þurfti eiginlega ekkert að rífa allt upp þar, sko. Nei. Svo var þetta bara svolítið make-upið þitt og skincare og... En þegar maður að flakka svona milli í Bali, þá þarftu ekki að spá í hvar neitt er eða þyngdi að neitt svoleiðis, þá þarftu bara að tróða svona tösku og loka.
En vissulega gekk týndist alltaf leið. ógeðslega mikið á mér. Já, Af því ég var alltaf að pakka upp úr og nýju upp úr. ég held ég var ekki týnd neinu, sko. Ég týndi ógeðslega Hún mikið. var bara, já, bara hún gæti talið upp bara, ég týndi þessa Já. hóteli, þessa hóteli. Alltaf. Já. Og allt svona eiginlega smá uppáhald sluturinn mínir. Já, já. Ekkert eitthvað sem Nice. skiptir eitthvað litlu máli. Þannig að það var erfitt. Já, það var mjög erfitt, já. sko. En þú veist bara, gekk alltaf. Já, já. Náðu alltaf bara að auðvitað. henda, þess að maður bara með packing cubes og ég tók þeir alltaf bara upp á töskunni, ég var bara alltaf að ná í ofan í packing cubesið og svo var bara óslega alltaf að loka þeim og svo ég var bara með þess að risa comfort zone tösku að ég bara kom ekki alltaf inn öllu ofan í að því, sorry, mækin að því ég kom ekki öllu ofan í töskuna mína, var bara með svona risa tote bag og satt með hana á mér og svona litla bíl sem við vorum alltaf í Já. bara með öllu dótinu mér, Já. að ég bara komið ekki fyrir. Já. En það voru svona, þetta var kannski svona 40 myndina mission, skilurðu. Já, Já, alltaf taka. þegar þú voru að fara að taka skiptingu, já. Já, Já, en ég hef nú alveg kannski getið gert það betur og ekki gleymt öllu, sko. já. En eru þið með ykkur ráð fyrir eitthvað sem er að fara í kannski 3 vikna ferðalag, skilur, þú veist, varðandi að pakka eða til dæmis pakka svona milli staða, er eitthvað sem þið gert öðruvísi, er eitthvað sem þau slefti að pakka, sem þið notið aldrei eða sem eitthvað vantaði? Ég myndi bara klálega bara pakka cubes Já. og vera svona smá búin að ákveða kannski eftir svæðum bara þessi kjóll fyrir þetta svæði, þessi kjóll fyrir þetta svæði til þess að ekki overpakka. Og líka bara vita hvað þú ætlar að nota saman, þú veist, Já. þú hef, maður pakkar oft bara eitthvað fullt af pilsum og Og fullt af bólum og já. þú ert ekkert búin að hugsa hvort að þetta feitir saman eða hvernig Einmitt. þú ætlar að nota þetta. Þú veist, þannig að vera með bara átfett sem þú veist þú ert að fara að nota, ekki bara að lífeyli pakka og öllum svona, fötunum já. í tösku. Já, og vera með eitthvað svona staple kjól sem að skiptir engu máli sem maður getur bara hoppað í. Já, Ég- svona ég var dagina sem maður ætlar ekki að gera sér til. Já, hversu oft var ég í hvítakjólun til Já. dæmis. Akkurat. Og þú veist, við notuðum bara ókslega mikið af kjólanum okkur aftur. Já, já. Við vorum ekkert eitthvað alltaf í nýjum kjól, Nei. sko, all dag, því það var bara ekki hægt. Þú Nei, veist, langt ekki, eðlilega. sko. Nei. Það var bara, Maður já. fann alveg svona dagana svona, ok, í dag viljum við vera pæjur og taka mynd og svo voru bara flesta dagana sem að við, þú veist, jú, við höfðum okkur alveg eitthvað til, en okkur var svona, okkur Meira langaði bara að sama, fara í eitthvað já. fætan kjól og vorum ekkit endilega eitthvað, að myndast. já, Nei, einmitt. þannig að það er, já. Já, en bara líka skór, þess að Bali, þú ferð ekki að hæla skó. Við fórum Falla. svona alveg hælskoðar. Bara eitthvað tvísvar eða eitthvað. Já, Ég hef ok. ekki þurft að vera með svona Nei, 5 já, með pör, alltaf margar, sko. Þess að ég var mest í hana Wedges skónum mínum. Já, Þú já, líka? já. Svo fór ég svona tvísvar í hæla og ég tímdi ekki að nota hælana mína líka því þeir voru hvítir og göturnar þarna Já, eru ekki hreinar. Mhm. Þess að maður stöndið sjálfskónum mínum sem ég Já, notaði aldrei. já, akkurat. Ég hef bara skemmt á. Þess að mér er þess að hafa í annars skónum mínir bleiku örðir sortir á indi. Já, úff. Þannig að maður þarf alveg, þú veist, ekki vera eitthvað að fara í fínum skóm. Nei. og maður er eiginlega bara að Ég hafa glemdi þeim annars. skóm var sem ég ætlaði að taka. Já, 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 Keypti þá einmitt, fyrir já. Bali. Já, Og ég bara einmitt. glemdi þeim og ég hef bara skemmt. Ég reyndi að geta notað á Ritz og Já, svona. akkurat. Það var mjög fínt Og það var þar. líka eitt mjög næst sem við gerðum að við fórum, við flugum ekki í strigaskóm, heldur flugum við bara í hlaupaskónum okkar. Já. Þannig að þá vorum við ekki, þú veist, þá voru þeir ekki að taka pláss, nei, mjög snutt. og við hefðum ekkert að gera við aðra íþróttaskó. Strigaskó, nei. Þannig Nei, að, bara loka á skó. Nei, Já. einmitt. Svo bara voru við allan tíman í flip-flops, bara Já. í hinum flugunum og leiðinni heim. Getur Já. þú flip-flops líka? já, já, Já. ég bara elska að hafa í annars, sko. Við vorum alveg bara lífandi í þeim, sko. Já, Mhm. gæðvögt. Það er alveg mjög kallt, ég maður ekki með að fara í þeim í flugunum og setja með sokka með þér. Já. Já, Kallt. Það var svo kallt í hana fluginu. já þú glemdir að fara í flugsokka líka. Já, í fyrra fluginu. Já, í flugin samt í H&M's heim, marstu, og var ekki með sokka. Æ, þú varst ekki með mig, þá vorum við einu öll það flug. Ég var að krókna. Já, það var líka svo stutt flug. Já, ég var ekki heldur í flugsokkum þá. En sko, við fengum spurningar, en árum fyrir mig það, þá ætla ég svona, það eru nokkra svona myths Bali sem mig langar að spyrja ykkur hvort að þið geti svarað. En ok, náttúrulega fyrst lagið kom aðeins inn á dáðan, þeir náttúrulega sögðu ekki kannski nóg, þú veist, það er náttúrulega mikið tala hann að Bali. Hvað er Bali fyrir þá sem vita það bara ekkert? Bara basically bara svona matareitrun eða bara svona maga upp og niður eftir vatnið þarna. Yfirleitt vatnið þöldur en frekar en matur. Þannig að Já. klakar eða vatn. En líka svona þegar þú getur verið búin að snerta bara ógeðslega mikið Já. af bakteríum og svo ertu kannski bara að Ekki borða þorum franskar heldur. eða snakka eða eitthvað svoleiðis. Og ég var alveg stressuð fyrir þessu. Ég held að þetta myndi bara taka af mann eitthvað dagar sem maður væri bara veikur og eitthvað, en svo bara var þetta ekki issue hjá okkur. Við vorum bara sluppum bara mjög. Þið sluppu öll bara, Já. já, Já. geðveikt. Þannig að þetta er, þú veist, basically, Þetta er ekki mið. Þetta er alls ekki nei, með. ég veit að Bali er ekki með,
En það bara að passa sig. ógeðslega Já. vel. Og bara þú sem er Já, sápu. bara þú borðar ekki nema þess að þú þér hendunar. Já, basically stendur það bara það kemst enginn frá því að fá Bali. Jú. Það er sérst mið. En það var það sem að ég var líka mjög stressað, sko. En ég er að lesa mið sem að þið eru að debunka þér. Já, þú veist, Bali, það var enginn af okkur. Mín fengi Bali. Nei. Þú veist, Bali er alveg þannig að þú ert veikur í marga daga og þarft að fá vökva í æð og þetta er alveg, fólk fer alveg búið spítala. Að því að búið að missa svo mikið vökva út að messa mikið í maðanum. Þetta er alveg... Já. Þú veist, þú getur fengið Bali frá klökum. Já, það er rétt? Það er vatnið. Ekki klökunum sem þú ferðalst þar, því það eru keftiklakar. Já, þannig að þegar drinking ice, eða þess að maður panta klaka upp á hótel, herbyggja bara, er þetta ekki örugglega drinking ice? Já. Og þú sérðu það getur séð á klökunum, það er með svona hólu í miðinni flestir. Og það er til þess að mátt þá setja í drikkiðin. Já, en þú veist, þau vita það alveg á Bali, starfsfólk vita alveg að það má, þú veist, það er mjög sjálfgeft, held ég, í dag að fá það út á klökunum. Og seinast sem að staðir vilja að ferðamenn fá eitthvað í magan hjá þeim, sko. Þú veist, það er allir alveg að passa þetta ógeðslega mikið. Þú veist, þetta var líka svona í Mexíkó, maður þurfti líka að passa klökunum sinna þar, sko. Já. Bara heitir ekki Bali, en þú veist, það er bara líka svona... Same dæmi. Já. Voru alls ekki opna munnin líka í sturtu og ekki tannburstaði. Já, skóla með flöskuvatni tannburstasinn þegar maður átt að bursta. Já, bara fyrir og eftir og það er alveg mjög erfitt að muna það. Já, það er svo mikið vani að kveikja vaskinum. Maður kannski settir líka bara bleittan fyrst með flöskunni þegar maður bara, ég man það, svo bara var maður alveg komið bara næstum að skóla hann. En ég held ég hef aldrei gert það óvart. Ég gerði það alveg, sko, að þú veist, óvart bara þegar ég var að klára að bursta tennurnar, en það bara skólaði ég ógeðslega vel eftir það. Já, svo veit ég ekkert hvað er lifa lengi þessar bakteríur, ég ætla að slappa alveg þá ég burstaði sig að morgunin eftir, sko. Já, en maður heyrði líka svona frá lokálum að það væri meira að maður sé ekki að þvo sig nógu vel. Ég skil. Ok. Annað en að Bali er ekki lengur ódýrt. Það er mjög ódýrt. Það er mjög ódýrt, sko, en þú veist, þegar þú getur alveg fara á staðir sem að rukka meira og eitthvað eins og kokteilirnir og Ritz eru ekki mælikvarði á verðið á Bali. Það var mjög dýrt og með allt annað, sko. Ef þú ferði á dýra staði þá er það náttúrulega dýrt, skilur. En yfir höfuð, þú veist, gisting og svona. Þú getur fengið morgumat á 200 kall, skilur. Já, og þú ferð bara þannig gistingu. En þú bara ræður hvernig þú getur farið og bara $100, skilur, eða þú veist, bara á nokkrum dögum. Og þú getur farið í ódýra upplifun og dýra og þú veist, eins og svona kannski... Það fyrir bara eftir hvað þú vilt gera. En svo náttúrulega til sömu staðir sem þú getur bara ekki fengið ódýra upplifun. Nei, en þarna getur það. Já, þetta er bara mjög ódýrt land, sko. Já. Svo er bara hérna bara, þetta er ekki mið, þau fakta þetta bara, eðlur eru your roommates. Ég er endur átt aldrei eðlur rúmið en þú áttir. Já, en ég var búin að heyra að maður vildi helst bara vera með 3 eðlur eða eitthvað. En svo voru ekkert svona miklu pöttur hjá okkur heldur. Ég myndum lenda meira í því að það væri bara gekko hjá okkur. Það eru öskra bara gekko alla nóttina. Ég var alveg búin að búast við að ég þurfti að hringi í einhvern mann og... Við heyrðum alveg svona í útbútt en ekki í herberginu okkar. En já, ég held að myndi vera svona. Við heyrðum alveg nokkur sinnum í yfirferðina. Það eru hávarir. Ógeðslega hávarir, bara stanslaust. Og ef þú er inn í herberginu, þú ert ekki bara að sofa, sko. Það er svoleiðis. Svo líka, ég veit ekki hvort þú voru þið búin að heyra The Bali Curse? Nei. Ok, þetta var út og vonandi er þetta bara, þú veist, vonandi þetta er bara ekki satt, að því að sagan segir að ef ógift pör fara til Bali og að þá mun sambandið þeirra ekki, þú veist, þá mun það hætta saman stuttu eftirferðina. Og þetta átti vist að vera þannig, þetta var eitthvað svona svaka saga á bakvið, þetta er eitthvað sem að þau trúa, er að það var eitthvað svona eitthvað prins sem hittir eitthvað prinsessu eða eitthvað og þau horfa okkur sólsetri í Bali og svo fer hann frá henni, en hún var ekki prinsessu, hún var raun og veru norn, þannig að hún setti álög á alla sem voru ógiftir sem koma til Bali að því hún hugsaði, ef ég fæ ekki ást þá getur enginn fengið hana. Þetta er sem ég lærði á TikTok. Var það Bali? Það var Bali sem að var í smá stund bannað að fara til Bali saman ekki gift og giftist saman. Í alvörinu? Þetta gerist stuttu eftir að ég og Jóa ég spurði Jakob út í þetta. Ég var bara, er ennþá bannað þegar ég og Eva gista saman og þið eru gista saman. Og þú meinar já þannig? Það var ólöglegt í eitthvað smá tíma. Það eru örugglega þessi curse. Gæti verið. Svo líka, þú veist, annað sem að ég sá svona sem er svona, þú veist, með það þannig að því að fólk er greinilega samkvæmt TikTok og því sem ég var að searcha eitthvað með svona 2 upplifanir af Bali. Þú veit, annarkvæmst bara, oh my god, þetta er
bara besta sem ég hef upplifað, þetta er svo ógeðslega gaman eða bara, og þetta er ógeðslegt, þetta er hrikalegt og það er talað að eigin samþykki þig eða ekki þannig að þú getur átt 2 mismunandi upplifun, þú getur átt bara geðveiku upplifun og það er bara þá eigin samþykki þitt og leta allt bara vera gett yndislegt eða bara hún samþykki ekki og þá er bara allt ömurlegt. Ég trúi þessu rétt. Já, Hún samþykkt ykkur. Við allavega váum mest sko geðveikt en svo er líka bara hægt að fara í allt öðruvísi Bali-ferðir sko. Já, klálega. Að fara öðruvísi staði og Þú veist, þú vera meira svona backpacking og eitthvað þannig og ég held þú getur þá alveg upplifað kannski hostelinn og allt þetta. já, en svona já, ógustlega umhverfi sko. Og þú veist, já. Og maður hefur alveg heyrt mikið eins og þjófnað og eitthvað svona en þú veist, mjög varst allir bara yndislegir sem að við heitum. Já, þau eru að tala þetta líka meira sko svona spiritual, eins og hérna segir, þú veist eitthvað, Bali will teach you things if you surrender. It's a very heavy and powerful place that will chew you up and spit you out if you don't go with the flow and learn whatever the lessons are. Tjóðil voru við going the flow. Já. Þú hefur þetta lært margar leksjur. Ég er svona ímynda með svona Moana vibe, Já, ég svona, líka, þú veist, já. eitthvað að hún samþykir þig eða ekki og þú veist, þú ert bara svona annarkvort þú annarkvort hlýðir eiginu eða hún er bara, nei, þú myndi ekki upplega þetta vel þetta. Ég get alveg ímynda mér að fólk fái slæmi upplifun líka annars, sko. Já. Ferði bara á þannig staði Og líka bara svona spiritually, þú veist, einmitt, að þú ert bara ekki tilbúin að vera bara þú veist. Já, líka ert bara ekki tilbúin að upplifa þessa menningu, skilur við. Akkurat. Og ert bara kannski ekki bara algjör Brat. Já. þá ofta ekki heima þarna. Einmitt. Og það er bara að bera mikla virðingu bara fyrir það margt þarna, bara allt öðruvísi heldur en að við þekkjum og trúin þeirra er ógeðslega mikil og já, þeir eru bara algjörst æði. Og svo má ekki fara á túr inn í temples. Já. Við náttúrulega máttum ekki fara inn í tempul í Malasíu þegar við vorum klædda svo dröslega. Já, við bert bak, já. Fucking slut. Já, það var bara bannað og strákum farið bara en ég bara, nei, ekki fara Svo okkur hafi líka eitthvað langt, eða þú þurftum ekki fara inn. En það er mjög flott samt. En apparently í Bali er það bara, þú veist, það má ekki, þú veist, vera á túr þegar þú ferð inn í eitthvað ákveðið tempul, að því að þú veist, blóð inn í tempul er bara þvílík óvirðing. Ég aldrei veist þetta. Þú mást ekki dissa. Ég bara heyrst þarna þegar þau fara án í hana brunnin hana og með ekki fór án í hann. Eða þú veist á túr. Já, það er bara unsanitary fyrir þig og aðra. Já, ég skil, já. Það er bara að tala um að fylgta á ykkur sjúkdóm í þessu vatni, sko. Ói! Það er aldrei fara án í þetta vatn, allir til Bali ekki gera þetta. Er ekki eitthvað svona blessa þig? Frelsast. Já, frelsast, já. Það er bara fyrir án í eitthvað vatn sem bara 3000 túristar meira fara í dag, skilur ógeðslegt. Ok, ég ætla að fara í spurningar frá hlustendum. Er þetta worth it? Já, þetta var geðveikt. Og maður mun alveg fara aftur. Já. Ekki spurning, sko. Þú náttúrulega hefur farið að þér, en já. Ég myndi alveg fara aftur. Það er svo mikið sem langar að gera, meira sem langar að gera. Og maður fara á fullt stöðum sem ég ekki fari á líka. Þannig að ég myndi alltaf að fara aftur til Bali. Ok. Er flókið að ferðast á Bali? Að ferðast Já, tökum sér bara þannig. Sko, það er bæði svona Grab sem er eins og Uber. Ok. Og svo þegar við vorum að fara á milli staða þá vorum við með eitthvað bílstjóra bara. Það er mjög auðvitað að finna sér bara þannig gæja. Ok. Og við sendum bara alltaf á hann. Og bara ætlaðan, skilur. Já, sem skutlaði okkur bara út um allt. Bara þægilegt, sko. Já. En nei, það er ekki erfitt að fá far. Þú veist, eins og bara Grabið mætir alltaf bara á nokkrum mínútum og allt þannig. Það er kannski bara svona smá umferð og eitthvað þannig. Skrýtni vegir og svona. Já, þú veist, bara ógeðslega þunni vegir, bara mikið af vespum. Þröngir vegir. Það komast alltaf bara einn og einn bíll í einu, þannig að maður var alltaf svona fastar þegar við vorum alltaf svona stórum bílum. Já. Þá vorum við smá vandræðum með að komast, en þetta truflaði okkur ekki þannig, sko. Maður var svona samt aðeins lengur kannski að komast á veitingastæðum. Ef við hefum bara verið á vespum, þá hefur verið svona 30 sinnum fljótur á allt sem við fórum. En bara því við vorum á bílum, þá var svona aðeins, dálítið langt að fara allt. Ég skil. Þetta er ekki langt allt, en þetta er lélegi vegir. Svona, ég illa þessu koma einhvern veginn. Svo Martina sem er náttúrulega bara búin að svara sem að við þurfum ekki endilega að fara yfir eftir, bara eins og hvað tekur langar tíma að fljúga og svona. Fannst þið eitthvað dýrt? Það var dýrt á Ritz, en samt ekki dýrt fyrir Íslending. Nei, bara íslenskt verð. Bara íslenskt verð, já, verður það kannski aðeins dýrar. Nei, það var ódýrar en íslenskt verð. En það? Já, bara einn freyðinsflaska var á 7 skall eða eitthvað, 8 skall á veitingastað. Á Íslandi og voru 10 skall og voru 7 skall ef maður var að pantana það freyðin var mjög dýrt þannig. Já, freyðin kostaði. Já, en allt annað var samt bara importa frá Ítalíu, en þeir voru alveg með sitt sparkling Balinese vín líka. Ok. Það var miklu ódýrara að fá svo kóktela til dæmis, en þess að maður svona
alltaf bara svona hvað kostar bjór, Já, skilur þá já. veit maður svona sirka hvað er dýrt. Hvort það sé dýrt og ódýrt, Já, akkurat. Það var, þú veist, Nei, það var mjög ódýrt annars, sko. en ekkert eitthvað hellað ódýrt, þetta er ekkert eitthvað sem erum ofta að borga bara eitthvað fyrir okkur alveg 40 skall út að borða. Já. Þetta er ekkert eitthvað svona crazy kostaði 15 skall fyrir okkur 4, Já, ég en skil, samt alveg já. mjög ódýrt og Já, mjög við. Stundum var það þannig. Já. En já, ekki mjög oft. Þú veist, ef þú fer bara þannig staði líka, Já. skilur þú getur svona alltaf gert þetta ógeðslega ódýrt. Akkurat. Já. Þú Já. veist, maður þurfti alveg að hafa fyrir að þetta væri mjög ódýrt í 3 vikur. Já. Já. Það er kannski smá þannig. Fóruðu með ferðaskristofu? Nei. Nei. Við bókuðum þetta með þess að bara einu kvöldi. Já, það var þetta crazy. Já, það er Allt saman spurningið bara. bara hvernig Öll grín. plönuðu þið ferðina? Við sátumst bara niður eldhúsborðið Já. og bara plönuðum, bara ákveðum bara svona, ok, hvert langar okkur að fara og bara, bara gerðum bara smá svona, ok, þú veist, ég hefði náttúrulega farið áður, þannig að Jakob vildi svona, hann vildi velja millilöndalöndin. Já, hann vildi Singapúr og Singapúr, Malasíu, já, ok. sem bara geggja það, því mér er alveg saman það. Ég vildi svona smá búa til hvert við ætlum innan Bali og við vorum bara að researcha eitthvað skemmtilegt nýtt líka og eitthvað þannig. Svo bara svona möppuðum við bara út hvað viljum vera lengi á sér hverjum stað og svona smá svona eftir við byrjum með Nusa Dua sem er nálægt flugvellinum, förum svo í Ubud sem er upp í skóginum, svo fyrir við eigina og svo fyrir við aftur í Lútúr sem er líka nálægt flugvellinum. Já, þið tóku svona smá Já, þannig að við erum aftur komin nálægt flugvellinum í bæði skiptin, annars er ekki langt ferðarlega flugvellin eitt. Þannig að bara smá þannig eiginlega. En sko þegar við byrjum að skoða þetta þá voru eiginlega galopum bara hvert við myndum fara en þá þarf maður líka að spá í því á hvaða tímabili maður er að fara Já. bara svona hvert er næs að fara á þessum tíma. Og svona mín reynsla þegar ég er að fara í ykkur á langar svona ferðir, maður verður eiginlega að vera smá opin fyrir því hvert maður er að fara og að því þú veist, síðan getur maður bara lent í að maður finnur ekki næs flug eða bara dýrt tímabil eða eitthvað svoleiðis og svona maður þarf svolítið að finna bara eitthvað sem passar bara nákvæmlega þarna. Já, ertu að tala um Bali bara, akkur fyrir Bali? Já. Að high season á Bali eða svona góða season byrjar í júni. Og vanalega í svona Asíu þá er það yfirleitt veturnar í okkur. Já, það er sko dry season þarna, þannig að þó að var alveg 85% rækja eða eitthvað, þá er þetta samt svona þurrt tímabil og ekki svona mikil rigning og eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er mjög góð tími fyrir Bali. Það er einmitt spurt, þú veist, á hvað tíma er best að fara, þannig að myndið það segja. Það er júni til september eða eitthvað. Já, ok, alveg svona langur tími, já. Það er samt ekki mjög langt, þú veist, og svo er bara ógíslega, þú veist, mikið rigning bara restin af árinu. Já, en samt ekkert alltaf, skilur. Nei. Þú veist, ég þekki strák sem fór í febrúar og það bara geggja veður. Já, ok, Það er bara ógíslega misjátt. En Einmitt. þetta er svona dry seasoni. Já, Það er sumari á Íslandi. Var mikið af stórum og ókslegum pöttum? Nei. Það er fleiri í London og Íslandi heima á mér núna, fullt af kongulum. Mitt. Ég er búin að sjá fleiri kongular heima á mér núna. Ég bjóst að þetta myndi vera miklu stærra vandamál. Já, Ég held að við værum að fara að sjá slöngur og bara engar eitthvað slöngur. ógeð. Sáum ekki neitt, sko. Það svo bara mest að öpum. Öpum og bara svona litlum dúlleðilum. Já, bara krúttöðlum. Og moskítóð sinna á milli. Já. Hár umherða á Bali, af hverju fólk lendiði að missa hár? Það er svo mikið kopar eða eitthvað í vatninu hjá þeim. Þetta heitir eitthvað hart vatn eða eitthvað, já, ég veit ekki hvað það þýðir. Þetta er eitthvað svona kopar dæmi sem bara brýtur niður hár, sérstaklega ljóst hár. Þið er náttúrulega bara mjög ljósar. Já, þannig að ég var mjög stressuð, sko. Já, en ég var búin að senda sko á hótelinu okkar hvort það væri filtrað vatnið og eitthvað svoleiðis og við vissum í rauninni eins og Ritz að vatnið væri lægi og eitthvað svoleiðis. Og ég skólaði ekki eftir á þar. Nei. En það sem þið gerðu til þess að koma í veg var að þú skólu alltaf eftir á með bara vatni. Drykkjuvatni, já. Þú þurftu að eiga alltaf nú að vatni. Já, það var alls alltaf á staðar. hótelunum. Já, ok, nice. Og alltaf geðið mikið vatn og eins og seinast að hótelinu eða húsinu það var bara vassvél. Já, nice. Og þeir fylltu alltaf á okkur risa könnur líka í herbyggjarnum og Bensi var bara alltaf að skóla hára á mér. Já. Meðan ég voru að setja svo bara eitthvað lífinn og eitthvað Einmitt. En svo líka bara voru við ekkert að þvoða oft og aldrei bleitað hann í sundlegum. Nei, Einu ok. sinni fórum við með hann í sjóinn alltaf þegar við vorum að snorkla. Já, það er eina skiptið, það ekki? Já. Jú. Vá, duglegar. Já, þú veist að maður þarf bara, Hugsa um það. já, ég og skil. bara nota góða vörur og kátján og Einmitt. bara passa. Passa hárið, já. Og við gátum alltaf þvegið að bæði Singapúr og Malasíu, þar þurftum maður ekki að passa sig. Já. Vitið þið hvað ferðin kostaði, þú veist, eins og flug og hótel og allt það og hvað maður þarf að spara sér sko mikið ef maður er að plana að fara?
Ég man ekki hótelin, sko. Þú veist, við bókuðum þetta allt með frekar miklu fyrirvara og þetta var bara áður en að olíu var hækkaði líka svona ókýrslega mikið. Já, þannig að við flugverðin sluppum- og, já. já. Við sleppum bara vel með flug og eitthvað, en nei, ég get ekki sagt hvað það Ég held kostar. að flugin kosti einhver 100 skall eða eitthvað. Já, Við flugin, sluppum alveg Ok, ógeð. það er Já, mjög gott. en með, það sem við bókuðum með British Airways kostaði eitthvað rúman 100 skall bara og svo voru hinn aukaflugin til Bali, þú veist, frá Singapur til Bali og þú veist, það kostaði örugglega bara 30 í heldina Já, eða eitthvað. einmitt. Þetta var ekki dýrt. Nei, einmitt. Nei, þú veist, ég fór hana fyrir 9 árum og ég borgaði kannski svona 10% meira núna. Já, ekki, ok, Nei. vá, Mhm. interesting. Þetta var, já, mjög áhugavert Já. og líka bara, þú veist, bara gengið, ég man, að þú veist, það er 1 milljón í 7 skall, ég man að það var líka 7 skall ég fór senast. Þú Vá, veist, það er eins og sé bara Já. eins núna og þú veist, þarna. áhugavert. En já, þetta, við borgum eiginlega svipað verð, eða þú veist, Ok, fyrir 9 árum síðan, það er alveg skrítið, sko. já, Já. algjörlega. Martina Kári lengi, Brunis ferna sjálfar, voruð með svona filter á styrtuhausnum, þú veist, þú voru að svara við því. vorum alveg mikið að pæla í því, sko, en það komum gera ekki að því við vorum að gista þannig hótelum. Já, getur maður bara verið að ferðast með þannig sjálfur? Já, þú getur Ok. ekki þannig, sko. En þú veist, ef þú ert á hostelum eða einhverjum kannski aðeins, þú veist, kannski 2 stjörnum, 3 stjörnum sem að fólk gerir alveg, skilur það er alveg mjög algengt í og þannig seinast ég fór, það er alveg að skemma hárið þitt. Já. Þá kannski myndi ég taka einhver þannig filter, en bara tjekka á hótelun sem maður er að gista á, eða þá bara nota, bara drikkja vatn. Ok. Já, Fannst en þér- líka það er ekkert alls þar sem við hefðum geta sett síðan en hann sjáurfilter á, Nei. sko. Nefnilega ekki, Þú veist sko. þessu Uluwatu, bara styrtavarkstar lengst í loftinu og eitthvað. já. Já, svo einmitt, það er góð punktur. Þannig En að, það pæla í kannski því. á hana gæjan til hliðar. já, Það Já, ekki. já, Kannski bara algjört. Ég veist, ef ég myndi búa þarna, þá myndi ég náttúrulega gera þetta. já, já, algjörlega. 100%, sko. Er Bali safe? Er það góð staði fyrir til dæmis ungt fólk að fara í fyrstu ferðalögin? Ég myndi alveg segja það, sko. Já, að ég myndi ykkur alveg segja upplifun. þetta. Já. En ég veit ekki hvernig djammið er í Nei. eins og Kangoo og eitthvað, þú veist, ég þekki það ekki en þú þekkir hann. Já, allavega hvernig ég upplifa þá, skiluru. Og ég veit eins og bara margir solo-travelar fara þangað. Bara það er mjög algengt að vera solo-travelar á Bali af því það er svo mikið af solo-travelers og mikið af bara svona ungu fólki sem að bara kynnist og það er líka bara hótel eða hostel sem er bara fyrir konur og Já, ok, Það er svona alls konar- nice, já. alls konar umhverju og þú veist, mér finnst allavega bara, þú veist, fólkið hann að vera ótrúlega notalegt, Já, skilur og ótrúlega bara hjálpsamt og en bara það geðveikt er miklir dúllar. alltaf einhverjir Auðvitað. súrhausar einhver starf, sko. Hann alltaf held sem að við myndum deyja þarna. Já, og reyndar maður með ljóin. Já, en, já, hann var örugglega bara eitthvað dúllukall. Pottið. Ég hef aldrei verið að pretta í henni minni. Hvað var að, ég veist, þið náttúrulega aðeins búin að fara yfir hvernig hitin var og svona. Ykkar uppáhaldsstaður? Á Bali. Ég get sko ekki valið. Ég gæti ekki sleppt útbútt næst og ég myndi ekki velja sleppa Uluwatu og ég myndi ekki velja sleppa... Þú myndir kannski sleppa Nusa Dua, eða ekki? Jú, ég þyrfti ekki að fara þangað aftur. Nei, en það er bara svona hótelupplifun. Já, Ég myndi, já, ég held ég myndi ekki vera aftur á Lembogan. nei, en Ég ég myndi vilja minnst það samt eiginlega uppáhaldstæðurum minn. Já, það var bara svo gaman, það var svo gott Já. væp og vera á Ógeðslega eigi og fallegt ógeðslega og fallið eitthvað. sunsetin og þar voru allt önnur. Já. En já, eitt sem er ógeðslega skrítið við Bali, sólin sest klukkan 6 Já, svona stemma, já. og sólin er, þú veist, orðin kannski svona 4 júfi klukkan 10 á morgunin, farin klukkan 3. Þú veist, þetta er ekki tann-eyja, eða þú veist, Nei, þú ferð ekki að testa hana. þú getur náttúrulega, Já, þú já. ert bara liggjandi þá á þeim tíma, en það er svo oft einmitt. maður er að gera eitthvað á þeim tíma. Einmitt. En þetta var samt alveg, þetta hafði kost og galla því að þetta leta okkur nenna að vera ógeðslega duglegar að fara í padel og allt svoleiðis að því að við vorum ekki Eldsnemma. með, Já. Byrja við vorum daginn. ekki með sólarsamvinsku Já. eitthvað svona, þú veist, við fórum bara sólbæði hádeginu. Já. Einmitt. Einmitt. Þú Einmitt. veist, við vorum komið tilbaka á padel, þá vorum bara nýkomin. Já. En það var svona crazy og var hægt klukkan 3, sko. Mér varst það Já, crazy. það er Og styrla. að reyna að ná einhverju sunset pics klukkan 6 í þessum hita. Það er erfitt, já. sko. Af því að maður er einmitt bara út eins lengi og við getum svo bara eitthvað að bruna inn í styrstu og GMT og Já. þannig að það bara orðin bara myrkur. Já. Shit. Það líða myrkur bara 0. Þess vegna líka Einmitt. fómaður oft bara ekki að snemma að sofa á eitthvað af því að það var bara búið að vera kvöld hjá mann Já, ekkert svo lengi. eðlilega Já. lengi. Melatónin er bara lengur komið að stað og... Já. Hérna, activity sem stóð upp úr.
snorklið held ég. Já. Og padel. Leika padel. Það er alveg Já, það er hægt við. Já. Mér varst líka buggy-bílinn Já, það var ógeðslega gaman. Bara svona keyrum og skoða. Já, bara keyra sjálf. Já, Það akkurat. var geðveikt. En snorklið var alveg, honum framar, sko. Já, sammála, það var geðveikt. Okay. Þetta var líka svona bátsferð, bara sem að fóra að snorkla. Þetta er ekki svona bátsferð sem var bara að njóta allan daginn Og svo fara á eitthvað, kampavín já, og- já. Þetta var bara mission snorkla gaman, Já. skilur það var svona, já. Svo var maður svo gaman að koma í land eftir það. Ég Já. var ánægð með mig. Og við áttum líka bara einhvern veginn allan daginn eftir Já, geggjaður og vorum dagur. bara eitthvað í geggjaðan gýr og eitthvað svona, já. Þess bara að vera með beachfront er náttúrulega alveg... Já, dagurinn nýtist svo vel. Og dagurinn nýtist ógeðslega vel á svona eyju af því að það er svo lítið svona transportation. Þú ert Já, bara... nákvæmlega, fljótur að Fljótur að komast. fljóta. Já. Já, veistu, og bara þegar við vorum á þessu næsa eyjunum, við vorum með svona beachfront, svo bara löppuðum við bara svona á, þú veist, ströndinni, bara á veitingastæðin sem okkur langaði að fara á og eitthvað, þú veist, þetta var Já, allt svo lítið að maður geðveikt, gæti já. svona Já. verið bara í sólsetrinu eitthvað að lappa á ströndina já. og fara út að borða og stoppa á leiðinu ef maður vildi stoppa eitthvað til drikk og eitthvað. Einmitt. 3 hlutir sem hefði ekki vilja vera án. 3 hlutir sem ekki vilja vera án. Vá, þú veist þetta er svo... Hlæðsluköpur, Heyrðu, moskítóspray. góðgerðlanir. Já, góðgerðlanir, já. Við keyptum eitthvað svona ferðagóðgerðla sem að eiga um þetta hjálpa maganum, þú veist, ef að maður fær eitthvað slæma bakteríur, þá á þetta að vera búið að undirbúa magana eins fyrir Sem það. kótar hann einhvern veginn. Og við þú veist, vitum ekki hvort þetta hafi virkað, Ég en við held það. heldum að þetta hafi hjálpað Já. okkur, fyrst við sleppum öll bara svona ógsta vel, okkur leið bara mjög vel. Þá held ég að þetta hafi bara sín Ég virkað held þessar það. töflur, sko. Já, við keyptum öll 2 pakka af þessu, þessum pingulita krukkur. Ég tók alla daga, svo ef mér var illt í maðan með einhver daginn, þá tók ég 2 og ég var bara góð allan tíman. Geðveikt. Og ég hélt líka áfram að taka þetta með um London, bara Já. svona, þú veist, venja Já. þessu magan af þessu. Við Akkurat. bara kláraði alveg skamtinn. Ég held í alvörinni að þetta er mjög stóra ástæða okkur við vorum öll svona góð í maganum, sko. Já, sammála. Við tókum þetta líka sérst í nokkra daga áður, eða sérst Já. við byrjuðum í Singapúr, þó maður hefði ekki þurft þetta þar, til þess að, þú veist, Mjög einmitt, Venjast, já, undirbúa Svona, já, magann. kórin. Mæli með því, við veitum ekki alveg, mann eitthvað þetta heitir en við getum sett það. Já, en líka þau geta Tjatti bara eða spurt um þetta í apotekki, þetta eru bara Já, fyrir góðgerðar einmitt. sem, Já, að, sem fyrst stendur eitthvað svona travel eitthvað. Já, snuðt. Mjög snuðt. Hvaða myndaalbúna voruð þið með? Var eitthvað sem þið skildu eftir heima? Hvað segir það? Já, myndavélar, við vorum Myndavélabúnað. með Canon PowerShot G7. Mhm. Notuðum mest Fuji. Já. Mest Fuji. Já. Allavega á daginn. Mhm. Og Já. síman. Já, síman eiginlega bara Já, mest. Af því að við vorum eiginlega ekki mikið að taka myndir í eitthvað svona, dimmu. með, Þegar við gerðum að notuðum Fuji minn yfirleitt og svo Benza Fuji hann með eins og mínan um bara eins stærri og dýrari vél sem er svona með geggjuðu flassi og eitthvað. En já. Já. That's it. Síminn var eiginlega samt bara mesta geitin, sko. já, Eða kom Fuji alveg, þarna líka. já. Sterkur Hvað eins, sko. strendur eru bestar? Eru með eitthvað faves? Við vorum á, þú veist, svona svæðum. Þú veist, við vorum svo mikið á hótelströndunum okkar. Já, og svo líka, þú veist, þessu Úlafa 2, þá fórum við, það er óslega flóta strendur þar. Já, Ég myndi alveg fara þangað fyrir strendur, af því ég man þegar ég fór seinast, þá var ég í Kuta og Cancún og þar voru strendurar bara dökkar, bara svartar. ok, Já. það var alveg ströndurna þarna bara eins Alveg og, svo hvítar bara. og við heldum bara að þetta væri sko gerfuströnd. Já, við spurðum, bara, Já. er Já. það fake? Já. Og hann bara, nei. Og það var svo fullkomin. Já. Ég trúi alveg, að þú veist. Já. Mhm. En já, þú veist, ég veit allavega í Cancún og þar eru dekkri og þú veist, mann bara í Kuta til dæmis, það voru bara eins og Íslandi, sko. Ok. Og það er alveg ekkert eitthvað, það hot, sko. Það var alltaf mjög fallegt með þessu Úlafa 2 og eitthvað, en ég held að sjórinn þar geta alveg verið smá svona, Hæslegur. já, svona kraftmikill. Það er allstæðar. Að það eru svona mikið af klettum og Já. eitthvað svona. Þannig ég Núsa- þekki ekki hvernig það er eins og Nú svo Sindar Dúa og... var með geggjaðaströnd líka. Hvar voru við það sem allir voru út í sjónum? Var það ekki? Það var á Lembogan. Já, á Það var Mushroom Mushroom Bay, Já, já. já. Hún er geggjuð. Ok, Já, nice. ég myndi segja Hún er eyjarnar. alveg Ég myndi svona segja grunn- allar eyjarnar. Já. Allar einnar, Já. já. Og grunn langt Já. út og eitthvað svona. Alveg blársjórinn líka. Alveg Já, blá. og já. það er svo fallegt. Gerðu þið eitthvað til að upplega menninguna annað en að fara ströndina og spila padel? Já, þú veist, kannski einmitt þegar við fórum eitthvað aðeins, ekki á Bali, en við gerðum það eins og í Malasíu mikið. Mhm. Hvað gerðum við á Bali?
bara þeir voru kannski að fara á lappum bæinn Já. og þú veist ég veit ekki hvernig við eitthvað að upplifa menninguna mikið fórum náttúrulega að smakka kaffið og strákunni fóru í Monkey Garden og smökkuðum fullt á indverskum mat og fórum alls konar lokal staði og en fórum ekki bara upp eitthvað fjall, ég veit ekki hvort það sé eitthvað menningalegt en nei. Veist, það mjög algengt að gera það Nei, ég veit ekki hvort það sé kannski að fara eitthvað tempúls eða eitthvað þannig og okkur langaði rosalega mikið inn í tempúls manstu, en það fólk bjó bara í þeim Já, þegar við vorum eitthvað svona að lappa þú veist, þetta er ekki svona það er ekki svona eitt svona rísa tempúl eitthvað að fara að kíkja eitthvað inn sko. Nei, þetta var líka bara með svona svolítið bara að lappa og maður skoði eiginlega bara tempúlinu utan að því að mér finnst þau eru svo mikið í tempúlunum sínum þannig að mér fannst það smá svona disrespect eitthvað að ég var eitthvað að kíkja inn í það Já, ég skil, En jú, maður svona með aðalega kannski eitthvað svona smakka matinn og þú veist, undir venjulegum kringastæðum værum við ekki að borða núðlur í morgumat og eitthvað Ótrúlega góður indonískur matur bara eins og þegar fyrsti dagurinn okkur fengum okkur bara alls konar svona smakka indonískur mat svo gott geggjað sko Þarf maður að fara í eitthvað bólusetninga fyrir og ef hvernig? Já. Maður fer bara, hvað heitir þetta? Bara heilsugæsluna? Já, við fórum mjóttina, heilsugæsluna mjótt. Sögðum bara hvert við værum að fara. Og þau bara, já, ok. Þeir bara mæla með sprautum. Það er eitthvað 3 lífrabólgssprautur sem maður á að fara í. Ég þurfti bara fyrir eina, af því ég átti bara eina eftir síðan seinast. Og það bara ennþá virkar? Já, þá var bara að tala alltaf að ég væri á seina klára, en þess að klára henn aldrei. Og svo bara, nei, þú ert búið með þér, það skiptir ekki máli, þú þarf bara eina. Okay. Ég þurfti bara eina, þau fengu 2 og svo þurfum við bara eina. Svo þarf bara eina stífkramp. Já, var það stífkramp? Nei, jú, taugaveiki. Já, maður fyrir hana 2 vikum áður fyrir ykkur taugaveikispröði. Okay. Þannig já, það er alveg klálega, þú veist, ef þú ert að fara í eitthvað svona land, þá bara fer maður hana og þú segir bara, ég er að fara þangað og þá bara þarf ég eitthvað að gera, já. Þú bara segja hvað þú þarft. En svo líka eitt sem að hjúkan sagði við okkur bara ef einhver skildi fara þangað og ekki heyri þetta að það er svo mikið á hundæði þannig að ef eitthvað lítið spendýr klórar þig eða býtur þig þá hefur þau 24 tíma til þess að fara til læknis og fá stífkrampasprautu til þess að fá ekki hundæði dáður því sko Já. Og ef þetta er í andliti þá hefur það bara 12 tíma þannig að maður þarf bara að fara beint til læknis það er bara hundur, api, leðurblaka bara öll spendýr bara ef bara hundur snertið eitthvað og heldur mjögulega klóraði bara beint bara ef þú fær sprautina þá ertu góður ef þú færið hundaði þá ertu fucked En já, þá kannski bara svona, þú veist, loka spurningin hvernig var og hvernig fannst ykkur og Það var dásamlegt. Það var geðveikt. Dásamlegt. Og þetta leið allt of hratt. Þetta var bara allt stuð. Ég var heima fyrir kortur síðan. Já, en helst ekki að 3 vikur myndi alveg vera bara svona, maður væri bara komin í eitthvað rútínu og þetta væri eitthvað svona meiri hversdagsleiki. Jú, ég held að segja að því vorum ferðast svona mikið innan lands. Já. Að þá voru, þú veist, þá leiði þetta bara svona. Já. En hefði bara verið allan tíma sem voru í Mexíkó, þá vorum við 2 vikur. Já. Það leiði miklu hægar. Já, það var bara sama hótelinu og eitthvað. En ég bara vissum að við vorum í sjokki þegar við fættum að vorum að fara heim frá Bali og þetta var bara búið. Ég var langaði að gráta. Já. Ég var ekki tilbúin að fara heim. Ef ykkur verið að plana svo að ferð núna, bara svipa að ferða þér, bara 2 pöð, eða þú veist bara nokkuð pöð, vinhópur, eitthvað bla. Hvað myndið mæla með löngu tíma? Ég er ekki lengra en þetta. Nei. Það er líka bara ógeðslega dýrt og... Við hefðum ekkert geta verið eitthvað mikið lengur. Eða þú veist, jú, við hefðum geta verið kannski svona 2 dagi viðbót, 2-3 daga. Kannski stytta 1 dag í Malasíu og leiðin heim. Þegar maður langar þegar maður leiðin heim, langar maður bara heim. Stoppa og fara svo, eða ekki fyrir kannski 3 daga eitthvað annars staðar. Þegar maður getur náttúrulega bara ekkert verið eitthvað endalaust í útlöndum. Þetta þarf maður bara einhvern tímann að sætta sig við það bara, maður þarf bara að fara heim. En þú veist, ég hefði samt ekki viljað fórna neinu staði eða neitt svona, þannig að þetta er mjög, farið bara eftir okkar plani. Já, þið er bara ánægð með planið. Þetta var bara mjög gott plan. Sko. Og líka bara svona góð leið til að kynnast bara Bali. Fá Bali upplun alveg. Og svona alls konar upplun. Þetta voru mjög ólíkir staðir. Kannski þessum sem það leiði líka svona rætt að þegar maður er alltaf svona... Pottet, þetta er sem ferðast okkar nýja staði í hver skipti. Já, alltaf eitthvað nýtt og spennandi, sko. Já.
Geðvegt, já, og einmitt maður náttúrulega alltaf að labba þú veist, nýja hverfi sitt og eitthvað svona. Eðlilega er þetta bara svona líða. Já. En það er gott þess að komin heim, sem betur fyrr. Voru ekki örugglega með Happy Hydrate og með svolítið og steinefni. Algjört Það er mest. gott. Já, mjög mikilvægt fyrir Malan. Fyrir malan og hitan og fyrir patilið og allt þetta. Algjörlega. En það er mjög feina þessu sem komin heim. Það var ógeðslega gaman að fylgjast með þessu og myndirnar nú alltaf voru gorgeous. Æ, takk. Ég var svo 1000 efni eftir sem ég mun aldrei posta og Nei, já, ég bara 100 vlogs og við vorum ekkert í símanum. Nei, ég get alveg voucher fyrir það. Þeir voru voða lítið í símanum. í símanum. Þannig að maður var bara okkur shit, maður kannski, þú veist, á einu tímapunkti voru 10 dagar sinni postaði á Instagram. Já, pælti því, Já, það bara er í crazy. útlöndum. Í útlöndum, bara Já. á Bali, en ég var bara eitthvað shit, þú veist, þá var maður bara eitthvað að posta einhverju sætri mynd sem maður hafði einhvern tímann einmitt. tekið, en já. Svo verður þetta svo overwhelming að skoða þetta í símanum einhvern veginn, af því að þetta fyrir líka alltaf mismunandi staði þegar maður er að droppa endalaust og taka Einmitt, mynd af já. þeim. Já. Og þá ég er bara ætla nokkru sem að posta einni mynd. Bara týnir henni. Já. Ég er bara, nei, ég hef engan tími í Hún er þetta. bara En ekki stærn í bara, fótos. þú veist, það var, við vorum alltaf bara eitthvað að gera eitthvað, þú veist, Já. maður var ekkert bara Ég svo að chilla í símanum, aldrei. nei. Þú veist, við vorum valla, þú veist, við nefndum ekki einu svona research af veitingastæði, sko. Nei, maður Þú veist, við nefndum ekki það í lítið að vera í símanum. símanum. Og líka bara þegar maður, Þannig. þú veist, var að fara að sofa, þá var maður bara það þreyttur maður bara sopnaði. Já. Man einu sinni var ég bara, ég ætla að posta frá útbúð, þá var ég bara komin á eigina, skilur ég bara, ég ætla að posta, ég var bara að sopna og bara dotta á meðan ég já. var að posta, bara, ég var bara, ef ég postaði einhverju skrýtni myndin í þetta Þá bara þarf hún að vera. Ángrind, sko, Nei. og bara með náttúrulega mikil tímamismunur. Já, og það allt er tíma svona. mismunur sem er alveg crazy. Já. Það er allt og mikið. Mhm. Það er allt og mikið. En þið ætlan að náðu að njóta og þið hefði ógeðslega gaman og it looked so nice og ég held að sé búin að selja svona flestum Bali. Aha, Já. ég er alveg byrjað að heyra fólk sem bara, ég ætla að fara til Bali, ég bara, ok. Já, það er ekki svo spóð trending, er það ekki? It's a little trending. Já. Ég þekkir eitthvað ekki margar sem eru búnir að fara nýlega, Nei. en Þetta er geggjað, sko, en þetta er langt ferðalega, hann er bara ógeðslega gaman ég er þetta. samt alveg þess virði. Já, 100%, Já. en þú veist, þá var líka bara svo gaman þetta velja sér eitthvað stað til þess að millilenda á og stoppa í smá stund og eitthvað. Bara geggjað. Singapore æði og líka Kuala Lumpur. Já, Þú veist, bara fínt fyrir 2 daga. já. Mjög fínt. Maður er smá búin með bæði, þú veist, ég þarf Já, ekki að fara á já. þanga aftur, en ég er mest ógeðslega gaman að hafa að fara á þanga. Já, senast þegar ég fór að stoppa í Dubai, þú veist, þannig líka hægt að gera það. Þú Já. veist, það er bara svona, þú getur bara valið þér einhvern veginn hvar þarna á þessu svæði þú vilt stoppa einhvern veginn. Já, algjörlega. Við hefum alveg getað að fara til Singapore aftur tilbaka, en Það er bara bara En gaman að pröfa eitthvað annað. Já, ég Já. skil það En líka. ég held líka að Malaysia eigi helling inni. Þú veist, það er Já. þessi geðveikar Það er vist strendur geggjað þarna. Já, strendur þarna einmitt. og eitthvað, við vorum Já. alltaf bara með til Kuala Lumpur. Já, En- og bara fólki sem vorum að tala við í töksunum þar voru það á Bali þegar þetta séu strenduna hér. Bara, Það voru Ókei. allir að segja þetta já, við okkur, bara sko. þau voru bara sjokki að voru með Bali. Já. Ok, Já. þannig það, bara þið í ræðinni. Algjörlega, en stelpur, takk fyrir að koma og segja mér alla ferðarsöguna, tips and tricks og allt á milli heims og jarðar og pötunar og Jabba, og sko. dalala. Þetta er gæðugt. Bara Geggjað. geggjað. Og ef þið eru með eitthvað spurningar, fleiri spurningar, þá sendið þið bara á Já, sem sendu bara á okkur. Yes, Love you bestie. love you, bye.